Komiði sæl og blessuð og hjartalega velkomin hingað á þennan fyrirlestur. Og það búið að vera svolítið rugl með hvað hann heitir. Þannig að ég ætla að segja það rétt. Þetta hefur virkað sumstaðar sem þetta hefur verið auglýst, þannig að þetta sé verið að hvetja presta til þess að gera bara það sem þetta dettur í hug í messunni og bara segja einhver frá því að það sé bara allt í lagi. Það er ekki verið að minna það. Þetta er gerðu það bara en segðu engum frá því. Og þetta verður útskýrt betur hér og eftir hvað er átt við með þessu. Ég heiti Ásta Ingibjörg Pétursdóttir og ég er búin að vera núna prestur í Laugardals prestakalli á annað ár, skulum við segja. Og ég er að koma að vestan, þar sem hlutirnir eru í föstum skorðum og kem inn í þennan söfnuð, Langholtskirkju og fæ svona splunkunýtt. Auðvitað hef ég þurft að breyta messuformi og aðlaga og breyta, en það er kannski öðrum ástæðum. Það er kannski, ég hef verið að þjóna í söfnuðum þar sem að kannski engin kór í þessari messu og svona, þið viti, bara eins og allir prestar held ég þurfa að gera. En þarna kem ég inn í stóran söfnuð sem að býr yfir mikilli reynslu, mikið starfsfólki, frábært bara, þið vitið, frábært fólk í öllum störfum og þá meina ég, auðvitað er alls staðar frábært fólk, ég er að meina bara útlært fólk. Ég meina söngvararnir, ég get aldrei sungið með þessu fólki, þau eru öll með eitthvað 8. stig í söng eða eitthvað. Þannig að þetta er allt prófessionalt og menntað og stimplað fólk. Og breytingarnar verða einhvern veginn þannig öðruvísi. Þegar ég var að byrja og var ekki með blaðsíðu 14 til að fara eftir í Salmabókinni, heldur með alveg svona splunkunýtt messuformsblað, að þá náttúrulega kom það fyrir að ég var svona föst í mínu gamla fari og las eitthvað öðruvísi heldur en söfnuðurinn átti svo að svara. En það var nú ekkert mál, því að konurnar og fólkið í Langholtskirkju kann messuformið alveg. Og ég verð að segja, þetta kom mér mjög óvart hvað var þægilegt að fara eftir þessu. Mér fannst þetta smá svona fyrst, svona að læra nýtt, það er svo skrítið að við fylgjum bara því sem við erum vön og það er líka ákveðið öryggi. En þetta veittist mér nú miklu og mér finnst þetta bara skemmtilegt. Guðbjörg bað mig að segja þetta, sko. En ég er sem sagt til að kynna hana Guðbjörgu og halda utan fundin og spurningarnar á eftir. Og ég ætla að segja aðeins frá hana Guðbjörgu. Guðbjörg Jóhannsdóttir, hún útskrifaðist frá Guðfræðideild Háskóla Íslands árið 1996 og var vígð til Sauðárkróks prestakalls 1998, 2 árum síðar. Og hún hefur því verið prestur í 26 ár, hvorki meira en minna, þessi unglega kona. Og hún hefur þjónað í sjávarplássi og hún vildi taka það fram að það væri í landbúnaðarhéraði. Þannig að hún hefur gríðarlega víðtæka reynslu bæði til sjós og lands. Og svo hefur hún verið prestur hér í Reykjavík frá árinu 2007, þjónað hér í einhverjum svona ólíkum söfnum eða mismunandi stöðum til að byrja með. En frá hvað ári hefur hún verið sóknarprestur í Langholtskirkju, Guðbjörg? 2012. 2012. Þannig að þetta er kona með reynslu. Og hún er líka með MA-próf í sáttamiðlun, MA-próf í sáttamiðlun frá Kaupmannahafnar Háskóla og hún starfaði sem aðstoðar sáttamiðlari hjá ríkissáttasemjara frá, hvað er þetta, 3 ár, 4 ár, já, 2018 til 2022. Og hún ætlar að segja okkur frá svona ferlinu í Langholtskirkju við breytt messuform og á eftir þá er opnað fyrir spurningar og ég veit ekki hvort ég geti skrifað hjá ykkur spurningarnar en allavega að reyna að muna þær þangað til og eftir.
En gjörðu svo vel, Guðbjörg. Takk fyrir, ég þarf ekki þetta. Nei, Ég er með einhverja græja á mér. Vel. Gaman að sjá okkur alls sömul og mikið mjög vænt ég hugsaði með mér að ég var glöð að kirkjuvörðurinn minn allavega væri kominn og svo vissi ég að við ástæðum saman, þannig að ég allavega vissi að við erum 3 Þannig ég er mjög glöð að sjá ykkur öll hinn. Já, ég held einhvern veginn að þetta hafi verið svona Freudian slip hjá skipuleggjendunum að gefa í skyn að erindi væri að prestarnir ættu bara að gera nákvæmlega það sem þeim sýndist og ekki segja neinum frá því. En eins og Ásta sagði að þá útskýrist þetta á eftir þetta heiti og svo gæti það náttúrulega líka kannski bent okkur á að auðvitað gerist það stundum að presturinn fer að messa bara fyrir sjálfan sig. En þá líka hættir söfnuðurinn að koma. Þá er ég með mynd af pípukraga langafa míns og ég var svo heppin að ég fékk pípukragan hans að gjöf núna í vetur og meira að segja hempun hans sem að ótrúlegt hann sagt að því að ég er nú frekar lítil manneskja passar á mig. Þannig að kallinn var svona lítill eins og ég. Og handbókin hans fylgdi með og þetta er handbókin frá 1934 og það sést hún kannski ekkert rosalega vel á myndinni en hún alveg svoleiðis, hún er bara saumuð, hún hangir saman eiginlega bara á þráðunum og kjölurinn er alveg farinn af henni. Og þegar ég er í guðfræðideildinni að þá er komin ný handbók sem að var gefin út 1981 og var tilraun og útgáfa þá eins og við vitum sem að höfum notað þá bók. Og það má eiginlega segja, og ég set því ég er utan að landi, þannig að ég fór í dansskóla Heiðars Ástvaldssonar alltaf á hverjum vetri, þegar við mörgurglega farið í dansskólan. Og þá var það muniði, það sem að maður lærði í fyrsta tímanum, að það var muniði, það var hliðar sem hann hliðar. Og það má eiginlega segja í guðfræðideildinni að þá höfum við verið að læra að gera hliðar sem hann hliðar í messunni. Þegar við vorum að læra svona megin reglurnar, við lærðum Gregortónið og við lærðum að halda á og nota handbókina og fara eftir henni alveg bara staf fyrir staf. Og ég held samt að það sem hafi nú gerst kannski og þarf að minnast á, það voru ég hafði frábæra kennari í guðfræðideildinni. Kristján Valur og Margrét Bóasdóttir voru að kenna okkur messusöng og liturgíu og síðan Hörður Áskelsson. Þannig að það var alveg frábærir kennarar sem ég naut þess að hafa. En ég held að ég hafi líka lært rosalega mikið af því að fara á milli. Við vorum dugleg sem vorum í deildinni þá að fara í messuheimsóknir og fórum víða. Létum biðja fyrir okkur í krossinum og alla vega stuð og stemming. Og síðan er það þetta, síðan þegar að ég kem norður á Krók, að þá kom í raun og veru í ljós strax í fyrstu messuna að ég kunni rosa vel að gera hliðar sem að hliðar og þá meina ég handbókina frá 81. En það kom hins vegar fljótlega í ljós að söfnuðurinn var kannski ekkert alveg jafn hrifinn af þeirri góðu bók og ég. Og það var minnisstæðast svona það sem ég man eftir strax var þegar þau fóru alveg á hliðina og ég fékk náttúrulega ekki að vita það fyrir en eftir á og gat þá leiðrétt það mál. Þegar ég sagði dauðra í einhverju samhengi og var þá að lesa beint upp úr handbókinni, en mér var síðan kyrfilega gerð grein fyrir því að fyrir norðan að þá eru dýr dauð en fólk er dáið eða látið. Já. Það sem að gerðist líka var, sem að auðvitað náttúrulega gerist í öllum, vinnum sem að maður fer í, hvort sem að það er að vera prestur eða fara að vinna bara hvað sem kennari eða eitthvað, að þá kann maður er búin að læra mjög margt í náminu, en síðan gerist það alltaf leið maður byrjar að þá þarf maður eins og ljóshraða að læra fullt af hlutum bara á helst fyrstu vikunni. Og það gerðist fyrir norðan vegna þess að þá kom í ljós að það söng engin Gregor. Og það var óvart bara eina tóni sem ég kunni. Þannig ég varð að gera þá Sigfús og séra Bjarna bestu vinum mínum þarna alveg bara mjög hratt og rækilega á fyrstu vikunum. Við gerðum það, ég og organistina, hann vanalega við þurftum að vera með sikkur tónið
í sikkurum messunni saman daginn, að þá söng hann fyrir mig á meðan hann keyrði mig í næstu messu. Og það var mjög skemmtilegt, notalegar samverustundir með honum Rögnvaldi. Og síðan það þetta, það sem kom líka rosalega fljótt í ljós var að þetta voru ólíkir söfnuðir sem ég þjónaði. Þannig á Króknum til dæmis að þá voru þau tilbúin svolítið í breytingar og smátt þá fór ég að innleiða til dæmis það að syngja Gregor. En til dæmis í sveitinni þar sem að var engin kór, heldur var alltaf bara forsöngvari og allur söfnuðurinn söng sinn Sigfús bara, þið vitið, með gleði og allir mættu alltaf þegar var messað. Alveg brjálað, það hafi verið svona, það var örugglega 85% messumæti á Skaganum. Þannig að augljóst mál var að þar var engin þörf á að breyta nokkur sköpum hlut og þar held ég að Sigfús sé ennþá sunginn öllum til gleði og ánægju. En svo það þetta að hérna mynd af fólki sem hefur haft alveg gríðarleg áhrif á það hvernig ég nálgast helgihaldið. Þetta auðvitað Kristján Valur og séra Auður Eir og þau hafa bæði kennt mér alveg ótrúlega margt. En það sem kannski mig langar að segja að ég lærði þetta orðatiltæki eiginlega bara leið og ég kom á Krókinn að það var þau segja nú svo margt fyrir sunnan. Og þá var þetta vegna þess að ég var svo rosalega upptekin af því að ég var endalaust að vitna í reglugerðir og starfsreglur og all bréfin frá biskupnum og handbækurnar og allt þetta sem sagði til hvernig allt þetta vera. Og þá fékk ég alltaf sama svarið, já, Guðbjörg mín, þau segja nú svo margt fyrir sunnan. Og þetta auðvitað alveg frábært orðatiltæki vegna þess að þetta minnir mann á það að aðstæður eru einstakar á hverjum stað og það þarf að setja sig inn í það hvernig andrúmsloftið og menningin eru. En það sem ég kannski lærði einna helst af séra Kristjáni Val, að það var einhvern veginn hvernig hann náði alltaf og nær alltaf að miðla öryggi og ró í helgihaldi. Það hvernig hann miðlar hlýju og hvernig þjónustan hans alltaf framkvæmd af svo mikilli virðingu og maður finnur alltaf alveg inn að beini hvað hann vel undirbúinn. Og það hafði mjög djúp áhrif á mig. Og síðan að þá held ég að Auður Eira, hún hafi miðlað ekki bara mér, heldur okkur svo mörgum kjarki og svona kannski æst upp í manni ákveðna uppreist sem var nú kannski ekkit rosalega djúpt á hjá mér og líka því hversu mikilvægt það að orðin hafi merkingu og að þjónustan hafi merkingu og þetta að presturinn og allt sem sagt í helgihaldinu miðli þeirri guðfræði sem að presturinn leggur á stað með inn kirkjugólfið. Þannig að gerðu það bara, en segðu engum frá því að það sagði Auður Eir við mig einu sinni í gríni og samt ekki gríni og ég tók það algjörlega til mín vegna þess að ég fékk kjark til þess að gera ekki bara hliðar sem að hliðar og þarna ég búin að vera nokkur ár prestur, heldur líka að prófa að taka dýfur. Og prófa að taka snúninga eins og maður gerir, þið vitið, þegar maður búin að vera hjá Heiðari Ástvalds í mjög mörg ár. Og það voru svona hlutir eins og til dæmis það að fara að nota tungumál allra kynja. Fara að taka út tvítöluna, oss og vér. Og að reyna að leggja mig fram að úthugsa að hvert einasta orð sem sagt í messunni að það hafi merkingu. Og svo náttúrulega veit ég að það eru mjög mörg sem að deila því með mér sem að hafa þjóna sem prestar að hvernig helgihaldið á prestastöfnunum einhvern veginn var alltaf svona eins og hefur alltaf verið eins og vítamínsprauta. Og þar náttúrulega á Kristján Valur svo ótrúlega mikinn þátt í öllu því sem að þar fram fór og það var stundum eins og mér finnst það ennþá og á síðustu prestastefnu líka. Þar sem að það að taka þátt í helgihaldinu og prestastefnu sé svona eins og uppspretta hugmynda
og einhvern veginn oft færir okkur svona einhverja dýpt og upplifun og meira segja líka bara tungutak sem oft nær okkur heldur en það sem við erum vön að nota alla jafna heima í svefnöðunum. Svona það er ofta eins og að þröskuldarnir séu pínu lækkaðir. Já, ég kem sem sagt inn í svefnöðin í Langholtinu árið 2012 og ég varð bara að setja þessa sætu mynd vegna þess að hérna mynd frá Kór Langholtskirkju að syngja í fokhaldri kirkjunni árið 1980 og þessi tónleikar eru gjarnan kallaðir vettlingatónleikarnir vegna þess að það var svo skítkalt og það voru allir með vettlinga þannig að það heyrðist voða lítið þegar fólki klappaði. Og svo þetta bara ný mynd og maður tekin bara á síðustu aðventu. Og á síðasta vetri að þá voru tæplega 200 kórsöngvarar í kórunum okkar í Langholtskirkju. Það eru sem sagt 6 kórar sem að starfa við kirkjuna og það eru 3 gestakórar sem eiga heima hjá okkur líka. En allavega, þegar ég tek við 2012 þá fórum við strax að leggja drög að því að fara í stefnumótunarvinnu. Og það var augljós strax þegar ég kom inn á söfnuð, þetta var söfnuður sem var á ákveðnum krossgötum. Það var prestur að kveðja sem hafði verið mjög lengi og það var mjög svona einhvern veginn opið og jákvætt andrúmsloft fyrir því að fara svona fara í stefnumótun. Og við fórum í hana sem 2013 og þar kom fram ekki geimvísindi en akkurat það sem var efst á baugi var löngun til þess að fjölga í sunnudagsmessunni. Auðvitað bara eins og í öllum söfnuðum. Það sem kom fram var löngun meiri fjölbreytni í helgihaldinu og léttleika. Þetta líka eitthvað sem við þekkjum rosalega vel. Eindreginn vilji var til þess samt að hjá okkur og þá þyrfti þessi vinna að byggja á menningu safnaðarins. Vegna þess að Langholtskirkja syngjandi kirkja. Og síðan 2013 þá hefa farið fram ótal kannanir, ótal samtöl og verið gerðar tilraunir með messuformið og þar lögðum við til grundvallar og höfum lagt til grundvallar þessa hugmynd kvennakirkjunnar sístæða siðbót. Að vera alltaf í einhvern veginn að skoða og endurmeta það sem við erum að gera. Hérna mynd á honum Jóni Stefánsinni. Það var ekki hægt að halda þetta erindi á þess að hafa mynd af elsku Jónsa. Það sem ég geng inn í þegar ég kem í Langholti ekki bara syngjandi kirkja, heldur líka mjög frjálslynd menning. Og það náttúrulega byggir á gömlum merg frá því að síra Sigurður Haukur og Árelíus voru prestar í Langholtskirkju. Auðvitað náttúrulega í okkar kirkju eins og í öllum öðrum kirkjum að þá eru margir hagsmunaaðilar og það sem ég gekk líka inn í að það var saga af átökum. Og það sem var svolítið merkilegt var að það hafði verið togstreita ýmislegt. Það hafði verið togstreita kórsöng, til dæmis það var mjög mikið löngun hjá sóknarnefndinni að það væri kórsöngur í öllum messum. Og það var auðvitað mál sem fól margt í sér, meðal annars algjört peningaleysi, að ég ætti kannski að skjóta því líka að söfnuðurinn var gjaldþrota þegar ég tek við 2012. Og það hefur kostað alveg brjálæðislega mikla vinnu og samtaka átak hjá öllum sem að starfa fyrir söfnuðinn og snúa því við. En þessi saga átaka, áður en ég kom þangað, þá hljómaði þetta þannig eins og þetta voru átök sem snerust samskipti. En það sem ég komst að þegar ég var að skoða svolítið menningu safnaðarins varðandi helgihald, að þá kom svo sterkt fram að þessi átök þau snerust líka innleiðingu helgisiða sem voru algjörlega á skjön við þá menningu sem ríkjandi var í söfnuðinum. Og það var svolítið merkilegt. Og það var líka svolítið áhugavert að, ég veit ekki hvort ef við komum í Langholtskirkju, en þegar ég byrjaði þar að þá var svona risastór og svakalega svona hlunkur predikunastóll. Þannig maður svona eiginlega klæddi sig í hann og svona litlar manneskjur verða svolítið svona eins og 5 ára inn í svona predikunastól. Þannig að mér einhvern veginn
hugnaðist það ekki að nota predikunarstólinn og stóð bara alltaf svona út á gólfi. Og svo einn daginn þá tókum við predikunarstólinn og við bara færðum hann bak við í geymslu. Í flestum söfnum að þá hefði þetta bara kannski verið tekið fyrir á sóknefndafundi og presturinn tekinn á teppið og þið vitið og eitthvað svona. Það liðu 9 vikur áður en nokkur tók eftir þessu. Þetta svolítið dæmi þið vitið, menningu og einhvern veginn þann jákvæða anda sem að þar fyrir einhverju sem að breytingaferli. Mér finnst það stórkostlegt og segir rosalega mikið þetta dásamlega fólk sem ég fæ að vinna með í Langholtinu. Sjálfboðaliðarnir, og það her af sjálfboðaliðum í Langholtskirkju, sjálfboðaliðarnir voru allir svo jákvæðir og styðjandi og til í breytingar vegna þess að það sem að þeim fannst skipta mestu máli að það var að við myndum efla starfið og sunnudagsmessan fengi ríkari sess í starfi safnaðarins. Hérna mynd af okkur Jóhönnu. Þetta hún séra Jóhanna Gísladóttir sem hérna með mér og þetta Walter Brueggemann, ef þið viti hver hann er. Hann, þegar hann gekk inn í salin, ráðstefnusalinn þar sem við vorum að þá var eins og Bono væri að koma á svið. Þið viti, það bara trylltist fólkið alveg og við líka við Jóhanna. Það var sem sagt þannig að Jóhanna var var á þessum tíma í hópi sem heitir Áhugahópur Guðfræði ráðstefnur og þau héldu sem sagt ráðstefnu sem að innifól helgihald líka í Langholtskirkju árið 2015 og þar voru þau að flytja inn guðfræðinga frá Bandaríkjunum. Síðan fórum við Jóhanna þannig að þetta eiginlega algjörlega henni að þakka. Ég dreif mig af stað í þetta. Við fórum sem sagt saman bæði 2015 og 2017 og 2018 og svo fórum við Ásta saman núna í fyrra og við tókum þátt í stórum ráðstefnum út í Bandaríkjunum sem að meðal annars innifólu alveg gríðarlega mikið af helgihaldi. Og það var bara hreint út sagt eins og að vera með bara, þið veitir, fá bara vítamínsprautu í æð bara oft á dag. Það var dásamlegt, algjörlega stórkostlegt. Þetta var helgihald sem að breytti mjög miklu fyrir mig vegna þess að þarna var lagt rosalega mikið upp úr upplifun og þáttöku en það sem var aðalega hafði áhrif á mig var að það voru notuð orð sem að höfðu svo ríka merkingu og það var flókið að reyna að finna einhverja klisjur. Markmið helgihaldsins var augljóslega inngilding og þessir þröskuldar sem að við erum ofta að búa til með guðfræði, klisjum og himnesku var bara ekki auðvelt að finna. Heldur var einhvern veginn, það var svona, maður getur sagt að himneskan var ekki að flækjast fyrir fagnaðarerindinu mikið og það er alltaf dálítið gott. Svo getur maður sagt að það sem hafði mest áhrif á mig fannst mér var hversu áhrifaríkt það var að taka þátt í svona fjölbreytilegu helgihaldi á mannamáli sem að leið virti messuliði klassísku messunar en var leið einmitt að orðfærið fékk að svona hæfa tilefni og þema og árinu sem við erum stödd á. Þannig að þarna var helgihald sem að virti meginreglur helgisiðana, gerði hliðar saman hliðar, mjög vel, en líka alveg gríðarlega flottir snúningar með trukki og dífu í samræmi við þema og aðstæður. Og ég set líka inn kirkju sem að mörg þekkja sem að heitir Humble Walk og henni stýrt af, hún að vísu nýhætt, en henni var mjög lengi stýrt af konu sem að heitir Jody Hogue og vinkonans séra Guðnamás hér í Lindakirkju og hún hefur komið nokkru sinnum til Íslands og það var aðalega kannski í COVID-inu sem að ég sótti rosalega mikið messur í þessari kirkju í COVID-inu því að þá fannst manni það ekkert mál að sitja bara heima við eldhúsborðið á viðmælum og vera í messu í Bandaríkjunum. Síðan að þá kemur áhrifin frá kvennakirkjunni. Kvennakirkjan
ég auðvitað tók þátt í þeirra starfi heilmikið meðan að ég var í náminu og kynntist sem sagt í raun og veru þeirra helgihaldi sem þáttakandi og gestur og það fannst mér yndislegt en ég lærði líka á því að sækja messur hjá þeim hversu ríka og mikla þörf ég hef fyrir endurtekningu og festu. Að ganga inn í eitthvað svona sem að ég þekki og ég bara setti svona pínulítið upp það sem að Kvennakirkjan svona helst stendur fyrir. Þær rekja rætur sínar meðal annars til bókar sem kölluð No Longer Strangers sem svona lítið hefti af helgihaldi sem var gefin út af Lúterska heimssambandinu og Alkirkjuráðinu og kom út 1983. En þær tala það kvennakirkjukonurnar að þetta sé svona eitt af þeirra leiðarljósum. Þær leggja mikið upp úr því sem ég talaði áðan síðstæðasviðbót. Þær tala að það sé innihaldið í helgihaldinu en ekki formið sem að skipti máli og þess vegna eiga þær til ótal mörg form. Þær nota ekki syndajátningu, heldur nota þær þakkir fyrir fyrirgefninguna og þær byggja það á því að fyrirgefningin hafi þegar verið þegin og þess vegna skuli þakka fyrir hana. Aðalatriðið hjá þeim predikunin og þær leyfa sér ýmislegt sem að við allavega, ég var ekki vön þetta að taka biblíutexta og endursegjan í staðinn fyrir að lesa hann beint upp úr biblíunni. Þær notuðu náttúrulega alltaf tungumál beggja kynja, flyttu messuna saman og síðan kynntist maður hjá þeim að þær nota eigin bænir, þær nota eigin játningar og önnur blessunarorð sem eru samin af þeim. Þannig að þetta var það óneitanlega þannig að Kvennakirkjan hefur haft mjög mikil áhrif á það sem ég hef verið að gera í Langholtskirkju og þær gáfu út fyrir nokkrum árum handbók sem handbók Kvennakirkjunnar og ég mæli með því að þið skoðið hana. Það þessi virði. Svo var það var svona listgjörningur sem var framinn í Langholtskirkju árið 2017 og hafði verið árið áður 2016 í Fríkirkjunni í Reykjavík. Mörg þekkja þessa hljómsveit sem heitir Hljómsveitin Eva og þær voru með svona það sem þær kölluðu þvermenningarlega og þvertrúarlega hátíð en þetta var í raun og veru listgjörningur þar sem þær tóku messuliði, klassísku messunar og tóku þá og ventu þeim til þess að það gæti þjónað í raun og veru því þema og þessu samhengi sem að þær tala sem að sé þvermenningarlegt og þvertrúarlegt. Og þetta var ótrúlega mikil upplifun og eins og öll góð list gerir að þá vekur hún með manni sterkar tilfinningar og það var mikil þáttaka. Nú horfumst við í augu hér Arndís Lind, við vorum saman þarna og þetta var dásamlegt listaverk sem hafði ekkert með helgihald kirkjunnar að gera en samt sem áður byggði á þessum sterku rótum sem klassíska messan og það var fallegt að sjá svona ungar konur hafa svona mikinn áhuga á messuliðum þjóðkirkjunnar og kristinnar kirkju. Þegar við vorum að byrja þessa vinnu að þá auðvitað þurfti að líta í margar áttir. Þið sjáið að þarna skrípamynda Jesú sem búinn að fá kirkju í afmælisgjöf og jólunum. En hann segir ég á í dálítlum vandræðum að ná henni úr kassanum. Og þannig að það sem þurfti að gerast var að við urðum að eiga ótrúlega mörg samtöl, óformlegar kannanir þá, öll messu, kaffisamsætin eftir messurnar voru nýtt og svo náttúrulega að tala við sóknarfólkið, að tala við kollega, tala við öll þau sem á vegi mínum urðu. Og síðan gerðum við í nokkur ári röð, gerðum skoðanakannanir meðal foreldra fermingarbarna, þar sem var meðal annars kafað ofan í hvað þeim fannst í ólagi varðandi messuna, hvað þeim fannst virka, hvað þau myndu vilja sjá. Þannig að það skilaði alveg brjálæðislega miklum upplýsingum
og svo gerðum við svona óformlegar bara svona samtalskannanir meðal fermingarbarnanna eftir veturinn. Hvernig þeirra upplifun af helgihaldinu hefði verið og svo náttúrulega las ég yfir mig. Og hvað var það sem kom þarna fram? Það sem kom fram, og þetta var stef alltaf, allstaðar, að það var að messan mætti ekki vera of löng. Það var talað dálítið tónlistina og þá var svo áhugavert að fólk notaði orð svona eins og tónlistin þarf að vera létt og skemmtileg, en svo leið töluðu að hún þyrfti að vera falleg og hátíðleg og hún yrði að vera flutt fallega. Þannig að það þurfti yfirleitt að kafa aðeins ofan í hvað það var. Þið vitið, við drifum okkur til dæmis ekki að leggja niður alla kórana og stofna gospelkór, af því að það ekki okkar menning. Fólki talaði að því fannst vel tekið á móti sér og við erum svo heppin að vera með hópa messuþjónum og töluðu að þau upplifðu sig velkomin. Og þá var það þetta líka að þau vildu fá að vita hvað það væri sem þau ættu að gera, að hafa skýrar leiðbeiningar, hafa salmabók, hafa messuskrá, hafa salmanúmer, þið veitu, upp á veggjunum og eitthvað svona. Og þetta greinilega skiptir rosalega miklu máli til þess að þjóna þessu sem markmiði inngildingar að fólk fyndi sig heima. Og svo það þetta að það að tala öll skrýtnu orðin að langa til þess að skilja betur það sem að framfæri. Því það sem að helst til dæmis eins og fermingarkrakkarnir hrósuðu að það var að þau töluðu að þið liði vel í maganum, að þau fyndi ró í hjartanu og einhverju svona hlutir og það var voða gott. En það sem að eiginlega allir fermingardrengirnir töluðu að þeir vildu fá að borða eftir messuna. Þannig að það var mikilvægt að ná því fram. Hérna sjáum við svona nokkurn veginn markmiðin sem voru sett og markmiðin að þau snéru sem sagt það að engin messa skyldi vera lengri en klukkustund. Allar fjölskyldu og barnaguðþjónustur skyldu ekki vera lengri en 40 mínútur hámark. Að við byggjum til flæði og hrynjanda, svona eins og í tónlist, í messunni allri, og að það væri svona eins og þráður. Þið veitir alveg frá forspili eða upphafssálmi alveg til enda, lestrar, predikun, bænir, máltíð, sending, allt væri í þræði og talaði saman. Við vildum enn meira vanda okkur hvernig við tækjum á móti fólkinu og að það væri algjörlega á hreinu að það væri enginn sem að fengi, þið vitið, svona einhverjar athugasemdir þegar að fólki kæmi inn. Já, við erum til dæmis núna að þá erum við að taka enn eitt skref, núna bara byrjum næsta sunnudag, að það til dæmis þetta að presturinn sé með tilkynningar og það allt saman áður en að messan hefst, áður en að fyrsti sálmurinn byrjar. Og svo talað þarna hrynjanda, einmitt, að þú finnir þig eins og í flæði, að þetta einhvern veginn svona flæði saman. Og það sem við settum okkur líka var að sunnudagsmessan væri ekki pop-up viðburður. Það væri ekki þannig að við værum með eina popmessu og svo bara færum við aftur í sálmbókaformið. Eða við værum með eina, þið veitir, tilraunamessu og færum svo aftur í sálmbókaformið. Heldur væri þetta þannig að við værum að búa til nýja venju. Það var mjög mikilvægt að fá það fram að munið að það voru 2 sálmabækur og þá vorum við stundum að detta í það rugla að syngja bara, þið veitir, úr nýju bókinni. Það gekk ekki. Og við fundum þá út að það var algjörlega yrði að vera markmið að blanda saman eldri og nýrri sálmum. Og svo þetta að það væri alltaf altarisganga og að altarisgangan að hún tengdist matnum sem að færi síðan fram í messukaffinu. Þannig að tengja saman máltíðirnar. Markmiðið var líka að gera breytingarnar í skrefum og markmiðið það var ein kórstúlkan sem að orðaði þetta, hún sagði, mér langar að þið þýðið messuna. Þannig að það var eitt af markmiðunum. Já, síðan það, sjáu þið, þessar sætu konur eru hérna með þessu. Já,
og þetta barnabarnið mitt, Kara litla sem 1 árs. Auðvitað það alltaf þannig þegar við erum að gera breytingar að þá bæði erum við að vísa í og við erum að horfa til þess sem var og það kemur svona ákveðið óreiðutímabil. Það ekkert hægt að neita því. Og þegar allt í einu var ekki verið að fletta upp á blaðsíðu 14 í Sálmabókina þá auðvitað varð svona pínu, þið vitið, óreiða. Það alveg þannig. Og eitt skipti til dæmis að þá fór ég alveg yfir strikið vegna þess að þá sem sagt kom ég með messuskrá þar sem að notuð sem sagt signingin sem að meira segja núna nýja handbókarnefndin að leggja til að verði notuð í nafni Guðs sem skapar, elskar og huggar. Og þetta náttúrulega bara gekk ekki. Þarna fór ég alveg yfir strikið og ég var bara látin heyra það strax og það var gott. Þannig að núna þá það bara þannig að í öllu eldri borgarastarfi signingin Föður, Sonar og Heilags Anda notuð og í messunni þessi signing notuð en það stendur skástrikað að í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. Þannig að fólk getur notað hina ef það vill. Og þetta hefur svona verið, það var ekki verið óeirðir út af þessu og þetta hefur alveg gengið. Það sem hefur verið áhugavert og hefur verið partur af þessu breytingaferli að stundum þegar að aðrir prestar að koma að messa, bara eins og gengur, ef það eru veikindi eða aflýsingar eða eitthvað svoleiðis, að þá stundum kemur það upp að þeir geta ekki nota formið okkar. Heldur fara einhvern veginn koma með, einhvern veginn sitt og tróða því inn og það áhugavert að þá kvartar söfnuðurinn. Það hefur verið mjög skemmtilegt af því að líka kvartanirnar hafa líka skilað rosalega miklum upplýsingum það hvað það sem að söfnuðurinn vill og vill ekki. Yfirleitt að þá snúast þessar athugasemdir þetta var þunglamalegt, þetta var of langt og svo náttúrulega þolir enginn þegar ekki heyrist í prestinum og Langholtskirkja alveg dálítið snúin með það, hljóðvistin þannig. Og þetta hefur svolítið, það var svolítið glíma. En við erum komin einhvern veginn yfir þann hjall núna erum við orðin 4 í Laugardalsprestakalli og það einhvern veginn þannig að það bara nota alveg eins og þegar ég fer í Áskirkju að þá nota ég messuformið sem að nota þar og geng inn í þá menningu sem að þar og öfugt líka þegar að presturinn þaðan kemur til okkar. Já, hérna ætla ég aðeins bara svona pínu að tipla á því hvað það sem að við höfum verið að gera, hverju við höfum verið að breyta. Og þarna, ég varð að setja þessa myndi með, sjáu hvernig uppstillingin ótrúlega smart og þetta væri náttúrulega alveg hrikalega gaman að hafa þetta alltaf svona. En svona stiltu krakkarnir þessu upp, þið sjáuð hann Elli Djákni setur á blæri síman og þetta voru með Elli og séra Jóhanna og þetta frábæra fólk í áhugahópnum sem að fengu leyfi til þess að breyta uppstillingunni í Langholtskirkju fyrir helgihaldið 2015 með þessum hætti. En þá kemur aftur, við erum tónlistarhús líka. Þannig að við gátum ekki haft þetta svona nema bara í þessa nokkra daga. Já, það þetta að upphaf messunnar byrji við kirkjudyrnar. Þannig að þegar þú kemur inn að þá fáirðu aldrei, nei, hvað þú að gera hér? Býrð þú ekki í Garðabænum eða rosalega langt síðan að þú hefur komið? Og við höfum alveg æft okkur svolítið í þessu að bjóða fólk bara velkomið og vera ekki með neinn komment sem að geta sagt eða geta gert það verkum að fólk upplifi sig ekki velkomið. Og svo þetta að vanda okkur við það að fólk fái réttar upplýsingar í hendur við innganginn. Að það fái sálmabók, að það fái messuskrá og að sálmanúmerið séu upp á vegg og það sé alveg á hreinu að allir séu með rétta hluti í höndunum. Það sem við ætlum að fara að gera núna, af því að það sem við höfum fundið og ég veit ekki hvort að aðrir hafa fundið þetta, það stundum þannig að fólk að mæta svolítið seint og þetta eitthvað sem hefur bara breyst, finnst mér eiginlega nærri því eftir COVID. Að fólk að koma kannski, þið vitið, svona fyrstu 5 mínúturnar af messunni að þá fólk svona svolítið að tínast inn. Og það sem okkur langar til
að þú fáir þá tilfinningu þú mátt koma of seint. Þú mátt rápa, þú mátt fara út, við viljum að þú komir. Þannig að við ætlum að gera það núna þannig að presturinn fer alveg inn og býður inn í kórnum. Og tilkynnir fyrsta salminn sem er í staðinn fyrir forspil í upphafi og allar tilkynningar áður en að messan byrjar. Það bæði þjónar því að þetta sé þetta flæði sem okkur langar til og svo líka ef að presturinn bara komin inn að þá engin tilfinning að þú sért að mæta of seint þó að þú sért að laumast inn með barnið þitt, þið viti, 5 mínútum eftir að messan byrjuð. Okkur langar svolítið að skapa þá tilfinningu. En það þetta einhvern veginn sem að skiptir svo brjálæðislega miklu máli að það að horfa á fólkið og reyna að finna út hvernig því líður. Við Maggi organisti fengum til dæmis einu sinni alveg frábæra hugmynd sem var eins og Ásta vinkona mín segir, bara góð hugmynd í smástund. Þá var það þannig að þetta var sumarmessur og okkur langaði til þess að fólki bara sæti svona, þið viti, allt svona uppi, þið viti, bara í kórnum og allir svona bara saman og svona notalegt. Og okkur fannst þetta æðislegt. Það sem að gerðist var að það var algjörlega kristaltækt að það fannst engum þetta æðislegt nema okkur. Og við hefðum alveg getað og okkur langaði mér þess að rosalega til þess að gera þetta bara. Og ég held að við höfum alveg gert þetta í 3 messur. Þangað til einhvern veginn að bara öll líkamstjáning fólksins sýndi okkur þetta ekki að ganga. Þið viti. Og við erum svo heppin að við höfum verið að fá svolítið á unglingum í messurnar, þeim leið líkamlega illa. Að þurfa að sitja, þið viti, alveg svona klest uppi eitthvað fullt af fólki sem það þekkti ekki neitt. Þannig að það var eitthvað sem það var ekki að ganga. Svo það þetta sem við höfum gert að frá 2015, á árunum 2015 til 2019 að þá fengum við leyfi biskups til þess að nota aðrar textaraðir heldur en hefðbundið og það var gert líka hér í Lindakirkju og í Grensáskirkju. Það voru 3 kirkjur sem gerðu þessa tilraun og þetta eru textaraðir sem heita Narrative Lectionary. Og við höfum í raun og veru haldið okkur við þetta, þannig að við erum ekki að nota þær textaraðir lengur, við erum komin í hefðbundnu textaraðirnar aftur, en við höldum okkur við þetta að við erum bara með 1 lestur og guðspjall, tungumál allra kynja og kynning á textanum með svona 1-2 setningum áður en að hann lesinn. Og það sem bara rökin fyrir því að gera þetta svona, vera bara með 1 lestur og þá það ýmist, þið viti, lexía eða pistill og svo guðspjallstexti, að það yfirleitt bara algjörlega nægt verkefni fyrir predikarann og guðfræðinginn sem á að setja saman messuna að fá 2 texta til þess að tala saman, hvað þá 3. Og það hefur bara reynst alveg nægilegt verkefni fyrir okkur. Svo það þetta með játningarnar og það einmitt kom í ljós bæði í Kvennakirkjunni og í bandarísku lútersku kirkjunni. Það mátti bara nota allavega játningar og auðvitað höfum við verið að gera einhverja smá tilraunir með þetta en þær tilraunir urðu í raun og veru bara leiddu það í ljós að við urðum og verðum að nota postulegu trúarjátninguna alltaf í öllum messum vegna þess að þar eru fermingarbörnin og þau þurfa að læra trúarjátninguna. Og það kunna jú allir þessa játningu og það bara niðurstaðan var að við notum hana alltaf. Við notum einu sinni Níkeu-játninguna, þá þau nærrið í óerðir í söfnuðinum vegna þess að þau færðu sér ekki hana. Það var alveg svoleiðis. Og svo höfum við aðeins verið að velta fyrir okkur staðsetningu játningarinnar. Mér langar til þess að fara að tillögu handbókanefndarinnar núna í vetur og við erum að fara að ræða þetta á starfsmannafundi fyrramálið. Að það að hafa játninguna í beinu framhald af predikun, eins og handbókanefndin leggur til. Hérna lítil játning sem einmitt svona tvist frá Kvennakirkjunni og við höfum stundum notað þessa játningu við skírnir þar sem og það færist í aukana, að postulega trúarjátningin sé einhver þröskuldur fyrir foreldrana. En þá svo merkilegt að þeim finnst þetta dásamlegt og vilja bara endilega fara með þetta og allir í kór og allir voglaðir. Það er bara æðislegt. Og skrá sig í þjóðkirkjuna jafnvel og allt hreint. Já. En það sem að mér langar að segja varðandi predikunina að það var auðvitað alveg brjálæðislega merkileg uppgötvun á fyrsta vetri í starfi fyrir norðan
að söfnuðurinn hafði ekki nokkra einustu þörf fyrir það að ég segði þeim hverju þau ætti að trúa. Og þetta var í alvöru uppgötvun. Ég var 28 ára og held ég vissi allt. Það er bara svoleiðis. Þau höfðu nefnilega þörf fyrir það að kirkjurýmið skapaði vettvang til þess að þau getur ræktað sína trú og að þeirra trú og þeirra skoðanir að þau væru sýndu virðing. Það var það sem þau höfðu þörf fyrir. Og ég held að við þurfum að læra á Skagfirðingunum, kirkjan núna, vegna þess að nútíma fólkið að það er bara ekkert til í að láta tala niður til sín lengur. Það bara er átt, þau bara nenna því ekki. Og þau vilja heldur ekki fá þá tilfinningu að þeim sem sagt að presturinn viti betur en þau hverju þau eiga að trúa. Þau bara nenna því ekki. Og þannig að ég hef gert þetta þannig að ég hef reynt að nálgast predikunina með þeim hætti að þetta sé ekki ritverk í sjálfu sér og því síður sannleikurinn, heldur að þá sé þetta miðill til þess að einmitt miðla fagnaðarerindinu, miðla boðskap sem að móttakandinn síðan auðvitað tekur og skilur með eigin hætti og mátar inn í eigin líf og upplifanir. Og við kunnum auðvitað öll sögur af því þið vitið að einhver kemur til manns, þú búin að vera með predikun og viðkomandi heyrir eitthvað allt annað heldur en þú sagðir. Og maður bara, sagði ég það? En ég held að þetta sé svolítið eitthvað sem við þurfum að skoða. Við höfum með þessum breytingum innleitt það að það er alltaf kórsöngur í öllum messum. Alveg sama hvaða messa það er. En þá búum við rosaleg forréttindi að forréttindin eru þau, eins og ég sagði áðan, að það eru óteljandi kórar hjá okkur, 8 kórar sem að skipta á milli í messusöngnum, þannig að það eru engin vandræði með það. Það sem við höfum skilið eftir af tóni er að við tónum alltaf miskunnabæn, dýrðasöng og blessunarorðin. Okkur langar til þess að halda í þennan gregorska þráð þó sé ekki nema bara í þessum messuliðum og þessir messuliðir er það sem að virðist virka og þá aðalega miskunnabænin að þeirri einföldu ástæðu að til dæmis eins og barnakórarnir gjörsamlega elska að fá að þið vitið að vera forsöngurar í miskunnabæninni. Já, og svo er það þetta, þú veist, að með tónlistina, þó að fólk segi, já, við viljum létta tónlist og við viljum að sé meira fjör og eitthvað svona, þá er það kannski ofta ekkert endilega það sem að fólki vill þegar þú ferð að spyrja alvörinu út í það. Vegna þess að þá kemur líka fram þetta þarf að vera hátíðlegt og þetta þarf að vera, þið vitið, svona virðingarfullt og þið vitið og þetta allt saman. Þannig að þetta einhvern veginn að finna taktin og jafnvægið á milli þess að vera með hressileika og hátíðleika og það kannski er náttúrulega áskorun og þó sé nú ekki annað heldur en í fermingunum. Já, nú fer ég bara að taka saman hérna. Syndajátningin, við erum ég ætla bara að sýna ykkur hvernig hún er búin að vera hjá okkur. Við vorum búin að gera nokkrar tilraunir í anda kvennakirkjunnar. Þetta var niðurstaðan að við í raun og veru sem sagt orðum hana svona. Við játum syndir okkar í trausti til Guðs og svo segir söfnuðurinn saman: Guð gef mér að horfast í augu við eigin hugsanir. Guð gef mér að horfast í augu við eigin orð. Guð gef mér að horfast í augu við eigin gjörðir. Amen. Og svo segir presturinn: Guð lyfti af þér öllu því sem hindrar þig í að lifa eilífa lífið hér og nú. Amen. Í altarisgöngunni að þá er það þannig að við höfum þurft að vanda okkur alveg svakalega við að lækka þröskulda. Bara til dæmis með því líkamlega að fara alveg niður á gólf og til dæmis það að leyfa fermingabörnunum að ganga til altaris allan veturinn og passa upp á að öll finni sig velkomin. Og það sem við höfum fundið er að það hefur orðið alveg rosaleg aukning í fjölda altarisgesta. Sjáu þið, þetta sæta par að ganga út í lífið. Lokin á messunni, við höfum lagt okkur fram að það sé sannarlega byggt á þessu að það sé verið að senda. Og að blessunarorðin, messukaffið og það sem þú ert send með út í lífið úr messunni að það sé það sem að fari með þér. Í lokin, þá ætla ég að segja, það er frábær handbókarnefnd að störfum og það hefur verið unnin alveg brjálæðislega flott vinna.
og það hefur verið mjög skemmtileg vinna sem hefur verið unnin á prestastefnunum. En það sem ég held og mér langar til þess að skilja ykkur pínlítið eftir með, að ég held að það sé rosalega mikilvægt að við förum að treysta íslenskum guðfræðingum og prestum til þess að búa til meira af formum og efni og að það sé, eins og hefur verið gert svolítið á prestastefnunum, að það að við séum í svona sístæðri sköpun þegar við horfum á helgihaldið. Þannig að ég vona að það verði ekki gefin út endilega handbók, þið vitið, á pappír, heldur verði að þannig að þetta verði lifandi skjal sem að sé að taka breytingum og ég vonast til þess að nýútskrifaðir prestar vandi sig líka í því að gera bara hliðar sem hann hliðar fyrstu árin. En fari ekki að taka trukk og dýfu, þið vitið, á mánuði 2. Takk fyrir mig. Takk kærlega, Guðbjörg. Takk fyrir og við höfum ekki tíma fyrir spurningar. Nei, en það allt í lagi, bara senda á Guðbjörgu. Hún mjög snögg alltaf að svara. Bara látið dynja yfir hana spurningar og það koma skjót svör tilbaka. Ég get lofað ykkur því. Takk fyrir.
Ok, við ætlum að fjalla alfa, gagnast alfa kirkjunni minni. Ég heiti Einar Sigurbergur Arason, ég er guðfræðingur síðan 1996 frá Háskóla Íslands og ég hef sem sagt verið viðloðandi alfanámskeið síðan eitthvað svona 2003 eða 2004 eða eitthvað það bil og er núverandi formaður alfa á Íslandi. Við ætlum að fjalla þetta, hvað er alfa og gagnast alfa kirkjunni minni eða hreyfingunni minni. Það er ekki bara kirkjur sem eru með alfa, stundum eru það líka einhver félagasamtök. Hvað er alfa? Alfa er stutt kynning á kristinni trú og þetta er námskeið sem er svona 7 til 10 vikur, 1 kvöld í viku. Það byrjar á mat, svo er kennsla eða myndband. Það getur verið ræða eða myndband. Það getur verið maður sem er að kenna á staðnum eða myndband og það eru til myndbönd við öll skiptin. Þannig að þeir sem vilja gera þetta einfalt, þeir geta einfaldlega bara notað myndböndin til að kenna. Svo er stundum einhverjir sem kjósa það að vera með lifandi fyrirlestur. Svo ég nefni sem dæmi að ég hef verið dálítið mikið viðloðandi alfa hér í Lindakirkju og það er hefð fyrir því að Dís, sem er prestur hérna, hún er með einn fyrirlesturinn lækningu, læknar Guð nú í dag, þar sem hún einfaldlega segir sína sögu af því hvernig hún slasaðist og það var ekkert svona horfur á því að hún eitthvað næði sér aftur. En hún hefur samt náð sér á undraverðan hátt fyrir Guðs hjálp. Þannig að kennslan getur verið bæði lifandi eða af myndböndum, það er bara val þess sem heldur námskeiðið. Og það er sem eftir mat og kennslu þá eru umræður í hópum. Við byrjum á mat. Og með matnum þá erum við að reyna að skapa afslappað umhverfi. Og við leggjum áherslu á það í matnum að sá sem kemur þarna, er komið þarna til þess að borða með okkur. Hann á ekki að upplifa eitthvað þvingað andrúmsloft. Það á ekki að vera þarna, allir eru alltaf að tala kirkjun og það er eina sem við tölum það er bara kirkjan og trúin og þú veist, þá getur einhverjum sem er kannski ekki vanur að vera í kirkju fyrir, honum getur liðið eins og, til þess að fytta inn í hérna, þá þarf ég að vera svona, sýnast svolítið og vera svolítið annar heldur en ég þarf að sýnast vera miklu virkari í kirkjunni. Þó ég hef nú kannski komið í kirkju svona eins og 2 ára fresti svona önnur hver jól, þá þarf ég svona að færa þetta svona eins að ég fytti inn. Það er nákvæmlega það sem við viljum ekki á alfa. Við viljum ekki einhverjum líðið þannig að hann bara fytti ekki strax inn. Þannig að í matnum þá bara sköpum við þægilegt umhverfi. Bara frjálslegt og eðlilegt umhverfi. Engin þvingun. Og nú hafa sumir pælt í þessu, eigum við ekki bara að hafa svolítið ódýran mat og bara sem svona billegastan og sem minnsta fyrirhöfn. Auðvitað náttúrulega er það alltaf praktísk spurning hvað við ganga langt í því að hafa mikið í kringum matinn. En það er eitt sjónarmið í þessu. Sá sem kom
á fyrsta kvöldið og við viljum að hann komi aftur. Hvað ef að hann eða hún upplifði ekkert svona sérstakt við námskeiði? Nema matinn. Myndum við vilja að viðkomandi myndi kannski hugsa sig ég kem nú aftur, það svo gott að borða hérna. Þannig að það alveg sjónarmið, það er nú bara allt til að vanda svolítið til. Að gera upplifuna svolítið góða, þannig að, þið viti, þannig að sá sem að kemur, hann vilji koma aftur. Hvort sem það nota af matnum eða einhver öðru. Og eftir matnum þá höfum við kennslustund. Hún svona tæpur hálftími eða það bil hálftími. Og mislöng, ef við erum að miða við þessi myndbönd sem mest eru notuð núna, þá eru flest þeirra svona 25 til 28 mínútur. Og það annarkvort fyrirlesari eða kennslumyndband. Margir nota orðið bara myndböndin, það svo þægilegt. Þetta eina boðunin á Alfa, takið eftir því. Allt hitt á námskeiðinu miðar að því að skapa góða upplifun, en ekki að vera predikun. Það bara kennslan sem svona einhvers konar predikun eða boðun. Og ég ætla að fá að spila smá sýnishorn fyrir ykkur. Það veist að Who is Jesus? I think, I believe he was a person. He's the Son of God. I don't believe Jesus ever really existed. Son of God. If I have to answer that question, I would say God. he plays on the wing for Chelsea. If you read the Bible, I don't think I could believe in all of that. Everything. You can be any, but for me, it's everything. Who is Jesus? To be honest with you, I don't know. I'm not super religious or anything, so I mean, I guess he's a savior or something. Personally, I think that Jesus was probably a really cool dude who lived a long time ago and gave great advice to people, and it snowballed from there. For much of my life, I wasn't a Christian. I come from a family of trial lawyers, barristers. My father was a barrister, my mother was a barrister, my sister is a barrister, my son qualified as a barrister, my daughter qualified as a barrister, both my grandfathers on both sides were barristers, my uncle was a barrister. If we'd had a cat, it would definitely have been a barrister. My father was a Jew, a secular Jew. He escaped the Holocaust. Many of his family have died in the Holocaust. My mother was not a churchgoer. My father described himself as an agnostic, and I came to the conclusion that I was an atheist as a teenager, and I was quite an argumentative atheist. Not that I was out to convert people to atheism, but if anyone tried to convert me to Christianity, then I had a lot to say on the subject. And I was quite suspicious of Christians. I'd come across one or two of them in my gap year, and they had these smiles, which I found deeply suspicious. And in my first year at university, I had a room next door to my great friend, Nicky Lee. And I warned him against these Christians. I said, don't let them into your room, whatever you do. But it was too late. He'd met some, and one time he and his then girlfriend, now his wife, Scylla, came back and they said that they had become Christians. I was horrified. I mean, they were such lovely people. I thought, how can I help them? I really didn't know anything about it, so I thought,
I better investigate. So I managed to find this old Bible. And that night I started reading it. I started beginning of the New Testament. I read Matthew's Gospel, Mark, Luke. I got about halfway through John's Gospel, about 3 in the morning. I fell asleep. Following day I carried on reading. All that day, all the next day, all the day afterwards. I was a student, so I didn't have any work to do. And when I got to the end of the New Testament, I came to the conclusion, it's true. You can't prove Christianity mathematically. You can't prove it scientifically. Science is obviously very important, but science answers a different set of questions. Já, þarna sem sagt sáum við Bút og Reynu kennslumyndbandinu. Maðurinn sem við sáum þarna eftir að við fyrst sáum við þarna fólk svona út á götu sem var verið að spyrja hver heldur að Jesús sé. Þannig að þetta var úr sem sagt fræðslu sem ber yfirskriftina hver eða var Jesús. Og eftir að, og það dálítið algengt í þessum kennslumyndböndum að það eru svona spurningar við þar sem fólk tekið tali á götu úti, það reyndar yfirleitt sama fólki, en það svona kannski einu sinni tvisvar sinnum í hverju myndbandi. Og svo þar á eftir þá sáum við mann sem heitir Nicky Gumbel. Hann skrifaði bók sem heitir Spurningar lífsins. Hann sá sem gerði alfanámskeið að því sem þau eru þekkt fyrir að vera í dag. Við komum að því betur á eftir. En það svona reynt að gera þessi myndbönd svona lifandi og skemmtileg og svona bjóða upp á dálítið margt svona sem grípur þann sem að horfa. Þetta sem dæmi það hvernig kennslan getur verið. Og ég ætla að vera hérna á réttum stað. Þannig erum við komin aftur. Eftir kennsluna þá skiptum við í hópa og erum með svona umræðuhópa. Og það fer eftir í hvað námskeið stórt, hvað hópan eru margir. Það geta verið svona 10 til 12 í hverjum hóp. Geta verið færri. Geta verið svona kannski þess vegna 7-8 upp í 12 í einum hóp. Og við miðum við að í hverjum hópi þá einn sem leiðir hópinn og það einhver sem svona þarna honum til hals og trausts líka úr hjálparfólkinu, að minnst okkur 2 úr hjálparfólkinu. Geta verið allt upp í 3-4. Ef við erum kannski með, segjum 12 manna hóp, þá segja þeir að það alveg vel hugsanlegt að við séum með kannski 4 sem eru að hjálpa með leiðaranum, kannski leiðari, aðstoðarleiðari og 2 aðrir sem eru að hjálpa til. Og svo kannski 8 gestir. Módelið með það að fá fólk á alfa svolítið það að hver og einn sem ætlar að vera á námskeiðinu og svona brennandi fyrir þessu verkefni reynir að bjóða einhverju með sér. Þannig að þessir 2 til 4 sem eru svona að halda utan hópinn, þeir eru kannski búinir að bjóða með sér kannski hver upp sig einu með 2 öðrum sem eru þá gestirnir í hópnum. Og svo eru sum alfanámskeið fjölmenn eins og Lindakirkja, Fíladelfía, það oft kannski geta verið 40-50 manns á einu námskeið. Önnur námskeið eru kannski 10, 15, 20, 25, það getur verið allavegana. Ég var með alfanámskeið einu sinni á Blönduósi ásamt prestinu þar og við vorum 9 ef ég man þetta rétt.
Þannig að þetta getur allt farið eftir aðstæðum. Hvað erum við mörg á alfanámskeiðinu? Og hvað umstangi þarf að vera mikið? Svo einu sinni á námskeiðinu þá erum við með það sem við kallum alfahelgi eða alfadag ef við erum í algjöru hallari og getum ekki haft heila helgi. Því betur ristum við hópinn saman. Ef við höfum heila helgi þá náum við miklu betri árangur í því að hrista hópinn saman heldur en að vera með einn dag eða kannski bara stund úr degi. Þannig að þessi alfahelgi eða alfadagur snýst ekki bara þær fræðslur sem við erum með á helginni, heldur, og það sem mikilvægast við helgina þetta að hrista hópinn betur saman. Þú veist, og kynnist fólki miklu betur með því að vera saman heila helgi, vera kannski komin út í sveit, vera í einhverju hóteli eða sumarbúðum eitthvað stór út í sveit og vera saman alla helgina. Fólk einhvern veginn kynnist svo langtum betur og þá kannski reynum við að gera eitthvað svona skemmtilegt líka. Vera með einhverja kvöldvöku sem bara svona gaman. Snýst bara að hafa gaman, skiljið. Vera með einhvern frjálsan tíma þar sem að kannski sumir taka upp á að gera þetta og aðrir taka upp á að gera þetta. Einhverjir taka upp að fara í gönguferð eða fjallgöngu og aðrir vilja bara spila á spil eða þið vitið svona bara einhvern veginn það sem við gerum til þess að hrista fólk saman, skiljið. Þannig að þetta svona þegar fara að líða svolítið á námskeið. Það kannski búið svona minnst að kosti 5, 6, 7 skipti áður en helgin En af hverju að vera með alfa? Og ég ætla að fá að sýna annað myndband hérna. Og ætlum hins vegar að skipta. Who is Jesus? But before we jump into that, you might be thinking... I think... what is Alpha is a series of interactive sessions that explore the basics of the Christian faith. I don't believe Jesus ever really Big questions of life, like, what am I here for? What's the purpose of my life? And most people ask this kind of question. Skulum fá að byrja aftur. But before we jump into that, you might be thinking, what is Alpha? Well, Alpha is a series of interactive sessions that explore the basics of the Christian faith. It's Ég glemdi að segja að þetta bútur úr hérna, sem sagt, myndbandi sem hefur ekki verið þýtt yfir á íslensku. Einhver hérna sem í vandræðum með að skilja enskuna vill að ég þýði jafnóðum? Ok, ég ætla að fá bara að byrja aftur. Og þau eru að tala það, þau eru að tala sem sagt, hvernig við undirbúum alfanámskeið og af hverju höldum við alfanámskeið. But before we... Ha? Nei, þetta Nicky Gamble maðurinn sem var þarna áðan að tala að kötturinn hans geti verið lögfræðingur. Allir í fjölskyldunum voru lögfræðingar. Manstu þarna þessi sem var svona svolítið eldri maður. Þetta aftur á móti bara, þessi eru svolítið mikið í þessum myndböndum. Nú eru þau að segja hvernig við gerum alfa og af hverju erum við alfa. Þetta eru bútur og myndbandi sem snýst það af hverju höldum, hvernig höldum við alfa og svo kemur þarna. En áður en við komum að því, þú ert kannski að hugsa, hvað alfa? Into that, you might be thinking, what is Alpha? Well, Alpha is a series of interactive sessions that explore the basics of the Christian faith. It's about the big questions of life, like, what am I here for? What's the purpose of my life? And most people ask this kind of question at some point in their lives. Alpha is for anyone, but
It's specifically designed for people who would not describe themselves as Christians or regular churchgoers. And Alpha is running in churches and homes, schools, skate parks, from boardrooms to some of the toughest prisons in the world. It runs in 169 countries, and so far over 29 million people have done it. Þeir sem eru búin að tala það, af hverju erum við með Alfa? Hver er tilgangur með Alfa? Og núna kemur aftur, þið kannast við þennan var það ekki. Þetta sá sem var áðan að segja að allir í fjölskyldunum hans voru lögfræðingar. Ef þau myndu nægja kött, þá var hann örugglega lögfræðingur líka. En þetta sem sagt maðurinn sem gerði Alfa að því sem Alfa þekkt fyrir. Og nú segir hann frá því, af hverju gerði hann það? I'm Nicky Gumbel, and I'm the vicar of HTB, and I've been involved in the sort of pioneering of Alpha over the years. And I'm Pepper Gumbel, married to Nicky, and I've been involved with Alpha for many years too. Alpha started in 1977, back in a flat round here. And at the time it was much more a course for new believers, and you weren't particularly interested in that. You wanted to do things for people outside the church. I was asked to take on Alpha by Sandy, who was the vicar here, in October 1990. So rather reluctantly, I took it on. But then in January of 1991, I had a group made up entirely of people who were outside of the church. And I began to realize this course could be used for people outside the church. And so we started to develop it as a course for people, as we would call it, wanting to explore the meaning of life. We were seeing people coming who had no faith, and taking this journey to a place of real Christian faith. So it was the most exciting thing to see these people come along. And then it began to really grow. This is our 76th small group in a row. All I know is that people's lives will be changed, and there will be a transformation in the whole dynamic of the small group in the next 10 weeks. Everything to do with Alpha is basically word of mouth. I mean, why do people come in our small group? It was all word of mouth when you went round. Yeah. And the advertising might help because they say, oh, I know about that course because I've seen, but it's because my friend at work or somebody came in our small group last night. He said so this was week 2 last night. So his friend had come the first week and he dragged along his cousin. So he was only come because his cousin came the first week, and then he asked his cousin along. It's friends bringing friends. Sem sagt, hann segir frá því að hann byrjaði Alfa, af því að presturinn bað hann það, sem var þá Sandy Miller. Þetta bara sóknarkirkja í London. Og áður en Nicky Gumbel byrjaði með Alfa, þá var þetta nokkurn veginn venjuleg ensk sóknarkirkja. Ekkert mjög sérstakt við hana. Svo gerðust nokkrir hlutir. Nicky Gumbel byrjaði að vera með Alfa. Presturinn sem var með honum, hann ákvað að breyta messuforminu og hafa þetta bara svona nútímalegar samkomur með svona lifandi nútíma tónlist. Og þau lögðu mikla áherslu á bæn í öllu starfi. Voru með bænastundir nokkrum sinnum í viku, þar sem fólk kom saman og bað fyrir kirkjunni og starfinu. Og þessi kirkja, hún fór í það að vaxa úr því að vera bara einhver svona pínulítil kirkja með nokkrum ræðum sem mættu í kirkju, yfir í það að þegar ég kom þangað fyrst í heimsókn, þá var á hverjum sunnudegi 5 samkomur. Á hverjum sunnudegi, svo að allir gætu komist í kirkjuna sem vildu koma í þessa kirkju. Hún er orðin það vinsæl. Og Alfa er eitt af því sem gerði hana svona vinsæla. Alfa var til áður en Nicky Gumbel tók við því. En áður en Nicky Gumbel tók við Alfa, þá var þetta bara eitthvað óþekkt námskeið sem þeir voru að halda fyrir þá sem voru nýir í trúnni.
Nicky Gumbel, eins og þið muni í hinu myndbandinu, þá var hann svona að segja frá því að hann var guðsafneitari áður en hann komst til trúar. Og hann brennandi fyrir því að ná til þeirra sem trúa ekki. Þannig að honum var ekkert nóg að vera með eitthvað námskeið fyrir bara þá sem voru nýkomnir til trúar. Hann vildi vera með námskeið fyrir þá sem voru kannski ekkert þess vegna ekkert endilega trúaðir. Og hann hannaði Alfa og gerði það að því sem það í dag. Hann samdi bók sem heitir Spurningar lífsins eða Questions of Life. Og svo sagði hann okkur líka að þetta snýst svo mikið það að þeir sem eru eða hafa verið á alfanámskeið, að þeir fara að bjóða fleirum, þeir fara að segja við fólk sem þeir þekkja eða hitta, veistu, ég fór á alfa og það var svona. Það alveg sama hvað þú ert með margar auglýsingar alfa, að það enginn sem kemur yfirleitt bara út af því að hafa séð auglýsingu. Hún getur kannski hjálpað til að gera námskeiðið þekkt. En þeir sem það var einhver sem sagði þeim hvernig þetta var að vera á alfa. Það miklu fleiri sem, þeir sem koma á alfa, það yfirleitt þeir sem einhver sagði við. Ég var á alfa, það var svona. Og tókst að segja þannig frá því að það vakti áhuga þeirra á því að koma á alfa. Og alfa sem umhverfi þar sem við getum skoðað kristna trú án þvingunar í afslöppuðu umhverfi. Og þar sem kennslan einföld og kemur helstu kjarnaatriðum kristinna trúa til skila á einföldan hátt. Hver var Jesús? Eða hver Jesús? Af hverju dó hann á krossinum? Hvernig leiðir Guð okkur? Hvað Biblían og af hverju erum við að lesa Biblíuna? Hvað bæn? Alls konar svona hlutir, þessi hagnýtu atriði, byrjunaratriði kristna trú. Og það mikilvæga það að gestir þeir eru hvattir til að tjá sig frjálslega. Gestirnir eru hvattir til að tjá sig frjálslega og segja hvað þeir eru að hugsa. Og við leiðréttum ekki einhvern. Ef einhver segir, ég var nú drottningin af Egyptalandi í fyrra lífi þarna fyrir 2000 árum síðan. Alveg sama hvað okkur finnst það. Við förum ekki að leiðrétta hann. Já, nei, þetta nú ekki rétt. Biblían segir bara að þetta stenst ekki. Af hverju? Vegna þess að við viljum að þessi einstaklingur finni sig velkominn og líði vel þarna og komi aftur. Og því aftur sem hann kemur, því meir getur Guð unnið í viðkomandi. Þess vegna erum við ekki að setja ofan í við einhvern sem segir kannski þessuna tóma tjöru, við bara segjum, já, en áhugavert. Og svo annarkvort, við viltu segja meira frá því, eða ef okkur langar ekki til meira umræð, þá segjum við bara, heyrðu, en já, Þorgjáls, hvað finnst þér? Þú veist, við bara köstum boltanum yfir á næsta, skiljið. Það svolítið atriði að allir fá að tjá sig. Við látum boltan ganga. Það fyrirhöfn að vera með alfa? Það auðvitað nokkur atriði sem þarf að hugsa fyrir. Við þurfum að hugsa fyrir mat og hvað býstu við mörgum. Við þurfum að velja fólk til að leiða hópa og hjálpa og eins og ég sagði áðan, það eru kannski svona 2 til 4 sem við þurfum að hugsa fyrir að hafa í hverjum hóp. Og hópurinn getur verið kannski 10-12 manna eða færri. Flest alfanámskeið eru ekki endilega fjölmenn og sérstaklega þegar maður að fara af stað í fyrsta skipti þá svona frekar ólíklegt að fyrsta alfanámskeið svo með sé 50 manns. Það kannski frekar 10, 15, 25.
Þannig að þú ert kannski með 2 hópa. Eða mestalagi 3. Svona í fyrsta skipti. Og við gerum kostnaðaráætlun þegar við, erum að plana námskeiðið og svona reiknum út hvað þetta kostar. Það er mjög mikilvægt að biðja. Það gerist óskap lítið ef við biðjum ekki. En svo er bara mikilvægt að ekki vera að ofhugsa þetta eða mikla fyrir sér. Svo ætla ég að varpa fram nokkrum bara punktum til þess að svona hugsa af því að við ætlum að fara að snúa okkur af því að vera með spurningar og umræður. Ég ætla ekki að tala allan tíma hérna. Vilt þú vera með alfa? Hvað gæti ég fengið út úr því að vera með alfa? Hvað veistu alfa? Hvað hefur þú heyrt? Og hefur þú verið á alfa? Ef það er einhver hérna sem hefur ekki verið á alfa, endilega vertu fyrstur. Ok, hvað vitið alfa? Einhver? Já, þið kunnið vel að meta það. Já, kannski gott að endurtakir af því að við tökum þetta upp. Já, við höfum verið, það er nokkuð sem alfa og við byrjuðum á því að fara á alfa hjá Fíladelfíu og fannst það alveg frábært þó að við séum ekki þeim söfnum. Já. Og höfum farið svo, fórum svo í Dyrneskirkju, fórum svo hér, fórum í alfa í Fíladelfíu líka hjónaalfa. Já. Og alfa 2 sem var Fílípingrið. Þannig að okkur finnst þetta frábært og fyrra komum við með barnabarnið okkur sem var afgerfi, eins og þú kannski manst. Já, einmitt. Og það hjálpaði henni mjög mikið þó hún hafi mætt illa. Já. Það gerði kraftaverk hjá henni. Þannig að þetta var okkur byrjun. Og ég mæli með alveg. Ástæðan fyrir við fórum á alfa hjá Fíladelfíu var nú bara af því að ég vann þá hjá Orkuveitunni og Orkuveitan bauð upp á þetta. Það var frítt og það hefði það til mín. Já. Ég var búin að nefna nokkuð sinnum að Orkuveitin ekki var á alfa. Gott að tala í hljóðnum. Ég hef búin að nefna við nokkuð sinnum hvort það veitum ekki að fara á alfa en svo þetta bauðst í vinnunni þá drifum okkur og það var frábært. Þetta er yndislegt fólk. Já. Og það sem mér fannst, þessi alfa sem við höfum farið á áður en við komum hingað, það var allt live. Það var ekki myndband. Nei. Og það fannst mér æðislegt. Já. Og Sigþór hjá Fíladelfíu var Sigþór fyrirlesari í hvers skipti. Þeir kunna þetta alveg þar. Já. En ég sagði það strax að ég væri í þjóðkirkjunni og þar ætlaði ég að vera. Já. Ég ætti ekkert að reyna að breyta því. Nei. En ég vildi fræðast sem helst kristna trú sem að hefur verið mjög dýrmætt allt líf. Ok, takk kærlega fyrir. Og ef fleiri vilja tjá sig, endilega bara rétt upp hönd og þá verður komið með hljóðnema til ykkar. Af því þú myndist á hjóna-alfa, þá ætla ég að minnast á það að fyrir utan venjulega alfa-námskeið þá eru nokkurar svona útgáfur. Við erum með alfa fyrir ungt fólk, unglinga, við erum með alfa fyrir stúdenta og við erum með hjónabandsnámskeið sem er tengt alfa. Það er sem sagt, muni eftir að Nicky Gamble, þegar hann var að segja frá vinafólki sínu sem allt í einu varð kristið. Og hann nefndi þarna vini sína Nicky og Sæla Lee, sem voru þá kærustupar og eru nú gift.
þau bjuggu til þetta hjónabandsnámskeið. Við höfum reyndar líka farið og áður en þetta var á Það væri gott að fá hljóðnema að þú veist, já. lúterska hjónin. Já, þegar farið á lúterska hljóðnahelgi áður en þið fóruð á það, já. Og við störfum þar ennþá. Já. Starfað í þeim samtökum alveg síðan 2005. Já, við hafum starfað í lúterskri hjónahelgi og svo fóruð þið líka á þessa hjónabandsnámskeið sem tengt Alfa. Það gerum við búin að fara á hjónahelgi. Og hjónabandsnámskeið, það dálítið öðruvísi uppbyggt heldur en sko venjulegt alfanámskeið. Það smáhópurinn hjónin. Það þið tvö sem sitjið saman og þið talið saman. Það er ekki ætlast til þess að þið séu að deila ykkar persónlegu málum með öllum heldur bara þið tvö. Það smáhópurinn á hjónabandsnámskeiðinu. Já, Ragnar? Já, ég ætla bara að því að það kannski einhverjir prestar eða fólk sem virkt í þjóðkirkjunni sem að horfa á þetta líka. Að bara minna á það, þetta mjög aðgengilegt efni. Þetta hægt að keyra þetta á þessum myndböndum. Þau textuð á íslensku og auðvitað þessi rammi í kringum þetta með mat og annað svona sem krefjandi. En þetta hefur sýnt sig að bera ríkulegan ávöxt víða heim og elt kirkjustarf og það til dæmis við hérna í Lindakirkju. Það sem sagt Alfa eða Alfa Film Series eins og þetta heitir með þessum myndböndum og það Youth Alfa Film Series, það þá Unglinga Alfa sem líka textað og svona svipað en miðað með unglingana. Og svo það þetta hjónabandsnámskeið sem líka textað og það hefur sýnt sig að oft svona auðveldur að ná í fólk með því að bjóða því fyrst á hjónabandsnámskeið eða hjónabandsnámskeið og síðan á Alfa á eftir ef þetta fólk sem eitthvað smeygt við kirkjuna. Og þetta allt til, þetta á netinu og menn geta skráð námskeiðið sitt þar og sótt efnið. Og svo til verkefnabók fyrir hjónanámskeið og vonandi hægt að gefa út nýja verkefnabók fyrir Alfa sem hefur staðið til í nokkur ár. Má ég spyrja þig, Ragnar Gunnarsson, finnst þér fyrirhöfn að vera með Alfa? Þetta náttúrulega vinna, en það náttúrulega, ef þú sáir ekki, þá uppskerðir ekki. Þér finnst að þú fáir það margfalt tilbaka? Já, það ekki spurning. Ok. En ef við ætlum að uppskera, þá verðum við að sá og verðum að hafa fyrir því. Og þeir sem sá með tárum, þeir munu uppskera með gleðisögn. Þú hefur nú verið með nokkur alfanámskeið, það ekki rétt með? Jú, ég hef verið með mörg námskeið síðan 1996. Já. Hafsteinn, næstu með orðið. Hafsteinn Einarsson heiti ég og mér langar bara aðeins að segja mína reynslu af Alfa. Ég komst og var virkur í minni kirkju vegna Alfa á sinni tíma. Ég fór á fyrsta námskeiði sem var haldið í Veginum í Kópavogi í byrjun árs 1999. Þá hafði ég verið svona á girðingunni í þeirri kirkju, var svona síðasti maður sem mætti á samkomu og fyrsti maður sem fór og tengdist ekki fólkinu í kirkjunni. En kirkja þetta samfélag fólks og þú þarft að tengjast og vilja vera með í samfélaginu til þess að vera virkur í kirkjustarfi og þar alveg hlusta á orðið og gerast lærisveinn. Þannig að fyrir tilstilli alfanámskeiðsins, þarna í byrjun árs 99, þá steig ég inn í kirkjustarf. Þannig að mínar minningar af Alfa eru mjög góðar og ég tók síðan þátt í að halda Alfa í minni kirkju árið þar og eftir. Svo annað sem að mér finnst rétt að komið fram, að það að þetta námskeið, alfanámskeið á heimsvísu, vinsalasta og áhrifaríkasta kristanámskeið sem að fundið hefur verið upp hingað til. Langt vinsalasta námskeið. Þetta rosalega flott formúla og þegar maður horfir á þessa einföldu formúlu að gefa fólki að borða,
gefa þeir síðan kennslu og leyfa þeir síðan að tjá sig. Það er bara algjört gull þríeyki sem að þú ert búin að búa til þarna. Þess vegna er þetta svona flott. Og svo auðvitað fær heila á landi að starfa líka og þá er þetta nú eiginlega komið sko. Þá sleppur enginn. En hérna, já, þá er nú eitthvað eitt í viðbót sem ég ætla að segja. Já, eitt punktur í viðbót. Það er að sko alfanámskeið er eiginlega skýringin á lang flestum hérna sem sagt fjölgun í söfnuðum á Íslandi. Nú er ég að tala fyrst og fremst frjálsu kirkjurnar sem hafa haldið alfa og líka þjóðkirkjusöfnuðir að alfa námskeiðið er skýringin á fjölgun í frjálsu kirkjunum á síðustu 2-3 áratugum. Af því ég þekki nú vel til í frjálsu kirkjunum og veit hvað fólk segir hvenær það sté inn í sína kirkju á sínum tíma og það var í mjög mörgum tilfellum sem að alfa námskeið var þessi þröskuldur sem að fólk sté yfir, þannig að fólk hugsa mjög jákvætt námskeið. Bara sem eitt dæmi hvað þetta er magnað og áhrifaríkt námskeið. Takk. Og ég ætla bara að fá að bæta þér rétt snöggvast við að við náttúrulega lifum í þannig umhverfi að sko við erum í samkeppni. Kristnin er í samkeppni við ýmislegt annað og stundum líður okkur eins og færri og færri. Það er kannski fleiri og fleiri sem skrá sig úr kirkjum og færri sem tala með kristni og kirkju. Alfa er að minnsta kosti eitt af því sem svona miðar að því að snúa því við. Það eru fleiri sem vilja leggja orði í belg eða spyrja einhvers. Rétt upp hönd endilega. Við höfum ekki mikinn tíma eða kannski einn í viðbót. Ef svo er ekki, þá bara þakka ykkur kærlega fyrir samveruna. Og ég legg bara áherslu á það að alfa er allavega tæki sem við getum notað ef við viljum efla kirkjuna. Mín reynsla er allavega svo, ég er reyndar þjóðkirkjumaður, en mín reynsla er samt svo að þar sem ég hef verið á alfa, kirkjan hefur orðið blómlegri vegna alfastarfsins. Því það hafa komið margir í kirkjuna út af alfa. Takk fyrir.
Já, ég býð ykkur þá velkomin innan þessa málstofu umhverfisstefnu og umhverfisstarf í þjóðkirkjunni. Og ég Axel Árnason Jarvik, héraðsprestur, og með mér Elínborg Sturludóttir sem dómkirkjuprestur og Sigríður Rún Tryggvadóttir prófastur sem stödd austur á fjörðum þar sem hún býr. Hugmyndið með þessari málstofu þríþætt. Við ætlum að reyna að segja frá þeim ályktunum og þeim stefnum sem markuð hafa verið og setja það síðan yfir í pílagrímastarf og þaðan yfir í grænu kirkjuna. En maður getur spurt sig líka í þessu samhengi hvert upphafið af umhverfisstefnunni eða umhverfisstarfi í þjóðkirkjunni Fyrir mér það frekar óljóst upphaf, hvenær þetta byrjar, en ég ákvað að byrja alveg bara í sköpunarsögunni þegar Guð gerir manninn að ráðsmanni. Og ég leyfi mér að segja að það hafi verið langan tíma, ráðsmaður og ákveðin þýðingavilla þar á bakvið, því að hann ávist að vera meðhjálpari, eða hvernig myndum við orða þetta með öðrum hætti, að hann samstarfsmaður Guðs í sköpuninni, en ekki ráðsmaður, því að ráðsmannshlutverkið virðist hafa fartan yfir í ráðsmannshlutverkið gegnum þessi árhundruð sem við höfum lifað. Og við erum núna, að því sagt, inn í tímabili hamfarahlýnunar á jörðu og með það í huga að þá hægt að hugsa það hvað kirkjan hefur gert og ég ákvað að byrja 2017 þegar ný umhverfisstefna samþykkt á kirkjuþingi og hún hefur svona einhverja 6-7 megin þætti eins og ég dreg þarna fram og þetta bindur starf kirkjunnar á Íslandi heilmikið það hvernig hún ætti að starfa og hvert markmið með þeim störfum sem hún þó innir af hendi. Og ég dreg þarna frið við jörðina og hófsaman lífstíl og réttláta skiptingu jarðagæða. Það bent á óréttlæti í stefnunni og ójöfnuð, félagslega neyð og náttúruspjöll af mannavöldum. Eins og þetta kemur þarna fram, þá getum við líka dregið það fram að umhverfisstefna sem slík eitt plagg. Greinargerðin með henni eru fleiri blaðsíður og miklu merkilegri plagg heldur en sjálf umhverfisstefnan. Greinargerðin hvergi sýnd. Við vildum láta umhverfisstefnuna draga allmest fram að það glæpur gegn mannkyni, hvernig mannkynið hagar sjálft sér, og glæpi gegn náttúru. En það þótti dálítið svona kannski hart og 2017 var svolítið umræður þetta á kirkjuþingi sem leiddi til þess að núverandi stefnu samþykkt eins og hún En mér langar að sýna ykkur aðeins inn í greinargerðina. Það sem hún svona 5 eða 6 skipt og það fyrsta það sem allt byggir á vonarík framtíð, ábyrgð mannsins og ákall náttúrunnar. Sem sagt, hvað kallar náttúran á? Og okkur datt á í huga að draga með einhverjum hætti náttúruna hérna inn í þetta. Og þetta sannast sagna torf úr kirkjugarðinum hérna. Mjög praktískt og í hjólburum og ég tók þetta blóm með mér og eitt í viðbót sem ég ætla að sýna ykkur. En áður ég fer inn í þetta, lokiðu augunum örstutt stund og ég ætla að fara með ykkur út í náttúruna og þú Sighvatur líka. Allir verða að loka augunum og þau farið á fallegan, ljúfan stað og komið svo til mín aftur. Og ég ætla að biðja ykkur að opna augun núna og sjá mig. Hvað maður ekki sá mig í myndinni? Ekki ég. Ekki þú. Sáuð einhvern mann? Ég hefði átt að sjá þig, ég finn það. Já, sáuð einhvern mann eða manneskju? Nei. Og þá spurningin, af hverju ekki manneskja í okkar hugarheimi þegar við förum til náttúrunnar? Ég veit það ekki. Við köllum þetta kannski rof. Við langaði líka að draga fram, og það kannski kristallast allt sem við erum að reyna að segja hérna, við tók eitt stein með mér líka.
steinhjartað. Og við biðjum að Guð taki úr okkur steinhjartað og gefa okkur hvað? Hjarta af holdi. Og hvað gerist í því hjarta? Og andi þinn býr þar, andi Guðs. Þannig að við erum hérna með mold, við erum náttúrulega bara mold af jörð ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísin, svo við segjum, og andan. Hugsum þetta saman. Þegar við leggjum hugan við þessa vonríka framtíð ábyrgð mannsins og ákall náttúrunnar. Því að næsta stig í greinargerðinni er staða mannsins í náttúrunni og nauðsynlega breytingar á samfélagsgerðinni. Og þarna stígum við raun og veru úr umhverfisvernd inn í samfélagsvernd, í mannvernd eða að vernda með einhverjum hætti mannkynið. Og eyðilegging á umhverfi mannsins og samfélags er ógn, ekki bara vegna þess að Guð treystir manninum fyrir henni, heldur vegna þess að lífið er gjöf sem ber að verja fyrir hverri ógn. Og svo sögðum við útrýma verður áhrifum gallaðs hagkerfis, það er að segja ósjálfbært hagkerfi, og leiða til hagvaxtar sem hafa sýnt og sannað að ganga gegn umhverfislegri og félagslegri sjálfbærni. Hugmyndin Guðs góðu sköpun glatast þegar samfélag viðurkennir enga aðri vitund eða veruleika en mannskepnuna sjálfa sem sjálfstæða og óháða veru í náttúrunni. Mannskepnan sem eyðir náttúrulegum fjölbreytileika rýrir jörðina gæðum með breytingum á loftslagi, eyðingu skóga og votlendis og mengun vatns, jarðvegs og lofts. Þetta eru syndir gagnvart Guði og mönnum og glæpur gegn náttúru jarðar. Og þetta er að finna í greinargerði og hugmyndin var að hvetja til að leita lausna í stað þess að takast á við afleiðingarna sem í vændum eru. Og slíkar lausnir geta falið í sér fórnir, það þarf að huga að hag náungans og svo framvegis. En eitt atriði sem við vildum draga fram og birtist í greinargerðinni er almannagæði og syndin gegn náttúru og mannkyni. Og hver einasti þáttur þessara greinargerðar er í raun og veru sjálfstæð málstofa. En ég dreg þetta hérna inn til þess að vekja með einhverjum hætti vitund eða áhuga þeirra sem á hlusta að skoða þetta og láta með einhverjum hætti móta viðhorf sitt. Hérna segjum við til dæmis afneitun og meðvitaðar lygar hættu á heilsutjóni almennings vegna mengunar sem og spillingu almannagæða er synd gegn Guði og náttúrunni. Lífinu er ógnað með mengun lofts í jörðu og fæðu sem á vatni, þrávirk efni, geislavirk og aðra tilbúna lausnir, svo sem genabreytingar, sem ganga gegn lögmálum og aðferðum náttúrunnar fyrir verndun og viðhaldi lífs- og vistkerfa er raunveruleg ógn við líf og heilsu og lífsgæði. Og þið heyrið tónin í þessu hjá okkur, rányrkja jarðar, spilling náttúrugæða og réttur til almannagæða. Ég ætla að hoppa yfir þetta. Maðurinn í samfélagi og umhverfi og líta á samfélög manna sem vistkerfi. Og orðið vistkerfi er gríðarlega mikilvægt orðið í dag og vert að leggja með einhverjum hætti tími í það að reyna að skilja hvað vistkerfi er. En við segjum, þroski mannsins sem vitsmuna veru og vitundar veruleika í trúarsamfélagi og trú eru samfélagsleg gæði sem ber að rækta og virða á forsendum trúarsamfélagsins sjálfs svo fremi sem það er í samræmi við mannréttindi og almannaheill. Og þið heyrið að þetta er dálítið harður texti sem dreginni fram og að þessu sögðu þá hoppa ég yfir í það síðasta sem við segjum í þessari greinargerð og er markandi og mótandi pappir fyrir störf þjóðkirkjunnar að mínu mati. Kirkjan verður, þjóðkirkjan, verður að opna augun fyrir og vinna gegn því að spilling á umhverfi og siðferðisleg hnignun haldist í hendur. Og ég er ekki viss um það að allir sem samþykktu þetta á kirkjuþingi hafi lesið svona greinargerðina, en hún er sjálfstætt plagg sem stendur og er alveg gilt.
hoppa núna yfir í það hvað kirkjuþing hefur gert síðan 2017. Og það sem þeir gerði 2019 hefur væntanlega verið eitt af svona tímamóta atriðum í störfum kirkjuþings, þegar kirkjuþing samþykkti það að það beri að lýsa yfir það sem við köllum viðbragðsástandi vegna stöðunnar í loftslagsmálum á heimsvísu og til að flýta fyrir innleiðingu þeirra róttæku aðgerða sem þörf á til að stemma stigu við hlýnun andrúmsloftsins. Frá því ég fæddist hefur hitastig jarðar hækkað 2 gráður og við erum að tala um að ekki að hækka 1,5. Þetta sagði mér einn gaur í gær. Einnig var samþykkt að ríkisstjórn Íslands væri hvött til aðgerða í loftslagsmálum og aðgerðirnar verða magnbundnar og tímasettar. Og þetta hefur kannski farið fljótt. Og kirkjuþingið 2020 var þetta. Kirkjuþing samþykkti framkvæmdaráætlun á 30 kirkjujörðum næstu 10 árin. Það sem ætti að huga að endurheimt votlendis, skógræktar og landgræðslu. Og þið sjáu það að það sem við erum að gera er kannski ekki alveg orðað eins hart eins og það sem Greinagerðin dregur fram. Og síðan má náttúrulega benda á það að sem kannski kemur líka upp í hugan að þjóðkirkjan er að gera ýmislegt í september og október í tímabili sköpunarverksins. Það sem hefur orðið úr líka á þessum árum að kirkjan okkar hefur búið til tengsl við Arctic Circle eða hringborð norðurslóða. Og við settum á stað ráðstefnu í Skálholti 2018 eða 2019 með 500 þátttakendum út allan heim. Og ég dreg þetta bara svona sem stikkor vegna þess að það er engin tími til þess að fara í alla þessa þætti, en það komu trúarleiðtogar nánast allra meira átt að trúarbragð í veröldinni og það sem vakti athygli mína þá var til dæmis að múhameðstrúarmenn þeir samþykktu það að konur ættu að hljóta menntun sem ég held að hafi verið alveg meira háttar ákvörðun að gera. Ég dreg hérna aðeins fram tengsl við Arctic Circle og þessi hérna með hvernig kemst myndin? Já, hún er hérna. Þarna sjáu þið við drögum kirkjufólk til Íslands og þessi maður er Bartólómeus I, hann er páfi grísk-kaþólsku kirkjunnar, eða orþódoxkirkjunnar vildi ég sagt hafa, kallaði græni páfinn. Það var stórkostlegt að fá hann til Íslands 2017 og tala á Arctic Circle. Það kom allt í einu allt önnur rödd inn í þetta umhverfi sem norðurslóðirnar eru í Hörpu. Síðan komu höfuðbiskupar Norðurlanda og þeir töluðu. Þarna sjáum við Peter Fischer, Hróarskeldu-biskup þá, og sem talaði í Þjóðmenningarhúsinu. Hann gróf fyrir tré í Skálholti og þið sjáuð, þarna var hringborð líka þessara biskupa. Þetta var liðið í útsendingunni út allan heim, öllum heimsálfum, voruð með höbba. Þetta var gríðalegt starf og merkilegt framlag þjóðkirkjunnar þessum málum. Og Ólafur Ragnar Grímsson leiddi þetta og þetta er mjög öflug mynd, hafandi hann þarna í Maríustúkunni í Skálholti. Og það var með vilja gert, það var ekki kveikt á kertunum við altarið eins og sumir vildu gera. Síðan kom forseti lúterska heimsambandsins, Músa, árið 2020, ég draf það líka. Og að fá þessar raddir í takt við Greinagerðina inn á Arctic Circle, það er 1000 manna hópur að hlusta á kirkjuna tala. Og Grænlandsbiskup var það líka. Og síðan flutti hann þetta hérna, hvernig get ég láta þetta tala? Já. Vegna þess að Músa talaði á eftir fulltrúa NATO og hann, fulltrúa NATO og kínverski sendiherrann tókust á í salnum sem er algjört einstakt atriði. Og síðan kom Músa
og hann sagði þetta hérna. Hvernig spilaðu það? And it's about Jesus' encounter with this scribe who comes and asks him, what is the best, what is the most important commandment? And of course, telling Jesus, Jesus said, well, you know it. Love God and serve your neighbor. He said, yes, that's correct. But Jesus said, well, you are just close to the kingdom. I think the whole thing is that the scribe, he knows it, he says it, he rehearses the commandment, but to take action is a problem. So I think the message for this gathering is that, well, it's not only about knowledge about climate change and the Arctic cycle, but get into action. Well, it will clearly be a powerful sermon. I'm sure some people will change their flights in order to be there tomorrow morning. But thank you very much for coming. We are honored to have you here with us. We wish you all the best in your endeavors. And we will now move to... Þetta var bara 1,5 mínúta með Músa, en það sem ég vildi gera með þessum er til að draga þetta fram að umhverfisstarf kirkjunnar á víðum grundvelli og það sem kirkjan hefur fram að færa í þessu hefur haft ótvíræð áhrif og eins og Ólafur Ragnar talar þarna til hans fyrir fram á 1000 manna hóp. Ég veit náttúrulega ekki hvað fór í gegnum huga hjá þessu fólki þegar hann talaði, en ég veit hvað gerist hjá mér og þetta fótspor sem hann náttúrulega steig þarna sjálfur held ég að hafi verið ómetanlegt. Við komum sem sagt víða við og áhrifin sem við viljum vekja í öllum skaranum. Þannig að fólki í landinu og margt af því sem félagar í þjóðkirkjunni og komað ýmsum málum með einhverjum hætti tilengja sér eitthvað af þessu sem við höfum fram að færa og lagt fram og þetta leiðir út í alls konar hluti. Ég get alveg gert mig grein fyrir því. Meðal annars pílagrimagöngur sem Elínborg ætlar að fara aðeins inn í og grænu kirkjuna sem við höldum síðan áfram inn í tímabil sköpunar eins og sagði áðan og kannski það dýpsta að við reynum með einhverjum hætti að hafa áhrif á hinn sálarlega þátt mannsins til þess að breyta hugafari, valdhafa og veraldar. Og nú ætla ég að þakka niður í sjálfum mér og biðja Elínborg að taka við. Ég ætla að setja á þetta. Sko það er náttúrulega svolítið athyglisvert að meðan ég er að svona klemma þessu í mig að ég gerir ráð fyrir því að þið flest, ætlaðu þú að hjálpa mér? Já, það ekki. Þið flest þekkið það að ég ætla ekki að standa hérna fyrir. Getur þú verið því að svona, svo ég skikki ekki á? Já, veistu, já. Sko, að það er svolítið athyglisvert í sambandi við þetta umhverfisstarf, hvað til dæmis hvað Frans Páfi hefur verið áhrifamikill í því og gefið góðan tón sem hefur verið svo hjálplegur fyrir okkur líka í okkar samhengi hér hjá þjóðkirkjunni vegna þess að hann hefur skrifað svo glæsilega í raun og veru umhverfismál og bara til þess að minna á að þar hefur hann sagt að sá náungi okkar sem þarfnast okkar mest þessar mundir, það er jörðin. Þannig við getum hugsað þetta út frá því að hvernig við eigum að þjóna náunga okkur, það er í raun og veru með því að þjóna jörðinni. Og þar höfum við skyldur og köllun. En það sem ég ætla að tala núna er í sambandi við hvernig pílagríma guðfræðin tengist umhverfismálunum. Og það er ótt að segja það að pílagríma hugmyndafræðin og pílagríma göngur hafi gengið í endurlífi lífdaga og í raun og veru komist í tísku. Og það má eiginlega segja að pílagrímafræðin og pílagríma lífstíllinn sé orðin í raun og veru að hreyfingu. Og það er þannig
að þetta í raun og veru svona orðið að einhvers konar lífstílshreyfingu sem eru ákveðin viðbrögð við ákveðin vanda og skorti í okkar samtíma sem kannski einkennist af asa, streitu, tímaskorti og neyslu sem virðist ýta undir kvíða, þunglyndi og kulnun. Og ég ætla að biðja að skipta mynd. Og ég leyfði mér að birta hér mynd af æsku vinkonu minni Guðbjörgu Rut Pálmadóttur sem teymistjóri fataverkefnis Rauða krossins og tekið var viðtal við á Stöð 2 núna nýverið. Og hún lét hafa það eftir sér í fréttum að ótrúlegt magn af fötum kæmi nú orðið inn í fatagámana og það væru ónötuð fólk sem fólk væri að henda í stórum stíl vegna þess að það væri að panta ódýr föt á netinu og greinilega keypti föt í mörgum stærðum mörgum stærðum vegna þess að það skipti ekki máli hvort þau pössuðu að því þau væru svo ódýr og hún stóðst ekki mátið, þessi æsku vinkona mín á Stykkishólmi, að deila hart á þessa gegndarlausu neyslu og þá sóun sem birtist í þessari hegðun almennings. En það hefur verið mér svolítið athyglisvert að Rauða kross verslanirnar hafa í raun og veru ýtt undir það að almenningur gæti keypt góð notuð föt. Og ég þekki það úr mínu nánasta umhverfi að mjög margt ungt fólk fara að nýta sér það í ríkara mæli og undanförnum árum að ganga einvörðungu í notuðum fötum. Og þetta tengist efni sem að pílagrímar hafa látið sér varða og það þá næsta mynd sem snertir í raun og veru ofgnóttarsamfélag okkar tíma og þar sem að sóun og kannski gegndarleg neysla áberandi. Þörfin til að sanka sér hlutum og safna í hlöður virðist bara aukast og svo þörf gengur á auðlindir jarðar fyrir utan það að þessi neysla getur komið í veg fyrir það að við njótum lífsins. Og í raun og veru má segja að gömlu dauðasyndirnar hafi verið hafnar upp og þeim gefin laus taumurinn í okkar samtíma. Og ég ætla að fara hratt yfir sögu og þá það þetta spurningin sem spurning pílagrímanna. Í hverju hið góða líf fólgið? Hvað gott líf og hvers konar líf þess virði að því sé lifað? Og því miður sannleikurinn sá að þetta kannski lúxusbílar og glæsihýsi það sem að haldið á lofti. Munúðarlíf sé hið góða líf, en við erum ekki, það að reyna einhvern veginn, neyslusamfélagi reynir að gera okkur fyrst og fremst að neytendum og það ýtt undir það hjá okkur að við kaupum sífellt meira og meira og látum að því liggja okkur og reynda að telja okkur trú það að í því sé hamingjan fólgin. En auðvitað vitum við innst inni miklu betur. Efnishyggjan gerir okkur hvorki glöðin í hamingjusöm. Og viðbrögð pílagrímahreyfingarinnar við efnishyggju, samkeppni á vinnumarkaði og neyslu í nútímanum þau að fara inn á við og hlúa að lífsgæðum sem ýta undir það að við getum lifað í friði og sátt, ekki einungis við okkur sjálf, heldur líka umhverfi okkar. Og í þessu samhengi held ég einmitt að kristin kirkja hafi mikilvægu hlutverki að gegna í því að í raun og veru hafa áhrif á lífsafstöðu fólks og hugsunarhátt eins og Axel var að koma inn áðan. Og þá ætla ég að segja ykkur aðeins í nokkrum orðum frá í raun og veru því sem að pílagrímahreyfingin hefur í raun og veru tekið upp á að hlúa að. Það eru ákveðin svona lyklar í lífinu sem að pílagrímar eru hvattir til að hlúa að til þess, í þeim tilgangi í raun og veru að hverfa frá efnishyggju samfélaginu. Og þar efst á blaði asaleysið sem vegna þess að því haldið fram að hraðinn í nútímanum ýti undir streitu og streita ýtir undir neyslu. Og hæglæti hjálpar okkur nefnilega til að lifa í ríkari mæli í núinu, njóta þeirra blessunar sem lífið hefur upp á að bjóða, en vera ekki alltaf með hugan einhvers staðar annars staðar. Og pílagrímagöngur ýta undir þetta að fara sér hægt og snigillinn tákmyndu þetta. Og við skulum þá fara í næstu mynd. Þið þekki kannski myndefnið, frelsið, að
að ganga til frelsis. Þannig eru þeir að fara frá Egyptalandi yfir hafið, í ganga í átt til frelsis, og það er svo ótal margt sem getur fjötrað okkur mennina. Það er ekki bara ytri hlekkir, heldur líka innri hlekkir sem að hefta okkur, og það getur verið alls konar áföll, sorg, fíkn, fátækt eða erfið samskipti, og pílagrímagangan getur leitt okkur til frelsis frá því sem hefur þjakað, og það er ótrúlega mikil frelsistilfinning sem fylgir því að vera á göngu í náttúrunni og skynja sjálfan sig sem hluta af náttúrunni. Og ég held að einmitt firringin frá náttúrunni, hún ýtir undir umhverfisvanda samtímans. Kannski fá bara næstu mynd. Og svo er það einfaldleikinn sem við erum líka hvetjum, eða pílagrímalífið hvetur okkur til, og þarna er tjaldið táknmynd einfaldleikans. Oft er pílagrímurinn með allt sem hann þarf á bakinu, og við erum einum vörðungu með það í pókanum okkar sem við nauðsynlega þurfum, vegna þess að það er alltaf erfitt að bera þungan póka. Og það gildir það sama í raun og veru með lífsgöngu okkar. Það er best að vera með sem léttastan farangur á lífsleiðinni. Og pílagrímurinn nefnilega lærir það á vegferðinni að það dýrmætasta er oft á tíðum ókeypis. Og þess vegna er það áskorun til pílagrímanna að lifa einföldu lífi, og það er einmitt það sem kannski er ábyrgt á okkar dögum þegar neysla og sóun ógna framtíð jarðar. Og þannig að tjaldið táknar þetta. Og já, ok. Og þá er það æðruleysið. Það er svo margt á veginum sem að það er bara einfaldlega þannig að á göngu okkar þá er svo margt sem mætir okkur sem er ófyrirséð. Og við þurfum að takast á við það sem mætir okkur af æðruleysi, og það er ekki þetta að láta sér fátt finnast, heldur vera til staðar í því sem að gerist. Og við erum bara dæmd til þess að gera þetta á pílagrímagöngu vegna þess að það er svo margt óvænt sem að hendir. Og þetta eykur einhvern veginn það að geta tekið því sem að höndum ber. Og svo er það næsti lykill, og það er kyrrðin, og það er kannski svo merkilegt að kyrrðin er orðin skortur í okkar nútíma, og pílagrímarnir, þeir eru hvattir til þess að sækjast eftir kyrrð, og við upplifum það líka oft á göngu í kyrrðinni í náttúrunni, að einmitt náttúruhljóðin þau ýta undir vellíðan okkar, og í raun og veru náttúran heilar okkur, og fuglasöngurinn og vindurinn sem við hlustum á í trjánum og svo framvegis. Og þarna er Kristur að biðjast fyrir í garðinum í Getsemani, og eitt af því sem er svo athyglisvert er það að í kyrrðinni þá göngum við til móts við okkur sjálf og Guð, og þetta dregur í raun og veru úr firringu mannsins. Og pílagrímar hafa það að viðkvæði að móðurmál Guðs er þögnin. Móðurmál Guðs er þögnin. Og þá getum við hlusta á Guð þegar við dveljum í kyrrð og þögn. Kannski næsta. Samkennd er eitt af því sem að kannski er viðbrögð pílagrímanna í raun og veru við einstaklingshyggju nútímans, og við komumst á því á pílagrímsgöngu að við getum ekki komist í mark einu óstund. Við þurfum að hjálpa stað til að komast í mark. Við upplifum það svo sterkt á göngunni að við þurfum á öðru fólki að halda. Og þetta í raun og veru, og það er svo dásamlegt að upplifa það á pílagrímsgöngu hvað samferðafólk okkar verður mikilvægt. Að fá lánaða reynslu, fá lánaða plástra, fá lánað vatn eða nesti og svo framvegis. Og þetta er kannski það sem hefur komið svo berlega í ljós, að það er þetta góða samfélag, vinátt og kærleikur og samkennd á vegferðinni sem að veldur því kannski einna helst að pílagrímsgöngur hafa gengið í endurnýjum lífdaga og eru svona vinsælar. Að það er einmitt samkenndir. Þetta er það samfélag sem við viljum skapa í nútímanum. Samkenndar og kærleika. Og svo er það síðasti lykillinn, það er það að vaxa á vegferðinni.
Við erum kölluð til þess að vaxa, við erum ekki bara neytendur, við erum ekki bara kynverur, við þörfnumst öll tilgangs og merkingar og við þurfum að finna það mun okkur í veröldinni og það er þessi andlegi vöxtur sem að pílagrimsgangan í raun og veru svona ýtir undir og líka það að komast að því að við þurfum ekki í raun og veru að sóa og neita. Við getum lifað í friði og sátt við Guð og menn og pílagrímslífið hvetur okkur og kallar okkur til þess. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra því við ætlum að fara líka í Grænu kirkjuna, er það ekki? Jú. Já. En þá er það spurningin, hvað er það sem við getum gert líka í ríkari mæli til dæmis bara í söfnuðum landsins og þar hefur við verið í raun og veru með ákveðið verkefni sem heitir Græni söfnuðurinn okkar. Vilt þú kynna þetta kannski, Axel? Á ég að gera það? Við bara förum svo getum aðeins tala saman líka. Já, við myndum að líka opna fyrir fyrirspurnir svona og hafa þetta búið rétt fyrir 9. Já. Mér langaði að byrja að taka þér orðið og spyrja ykkur, vitið hvað grænt þýðir í íslensku? Hvað er grænt? Af hverju köllum við þetta grænt? Ég vissi ekki bara fyrir stuttu. Það þýðir með græna hjólbörur og grænt gras og hvað þýðir grænt? Vöxtur? Nei. Orðið. Ég er að spyrja orðið sjálft. Grænt þýðir nefnilega á gelísku eða írsku eða keltnesku, hvað við segjum. Grænt þýðir sól. Sól? Sól. Þess vegna heitir Grænland Grænland, það er land sólarinnar. Já. Og með þetta í huga, þá finnst mér svo skemmtilegt að opna Grænu kirkjuna. Þetta er kirkja sólarinnar og sólin er eitt elsta táknmynd Guðs. Þetta er allan í kirkjunum heima er mynd af sól. Og með þetta í huga skulum við byrja með Græna söfnuð. Þetta er sem sagt söfnuður Guðs, sólarinnar. Sjáu þið samhengið? Eða er þetta bara ég sem sé það? Er þetta rugl í mér? Nei. Upprisu sólinn og allt það. Páskasólinn. Já. Sjá hana dansa. Og af því ég var að segja að reyna að hafa áhrif á hugarfar og breyta þangagangi. Rétt eins og Elinborg er búin að koma inn á í pílagrímagöngunar. Þá er þetta svona lítið verkefni sem er risastórt í Danmörku. Kannski að ganga sér til húðar þar. Vegna sem átti sig á því við viljum freka vera græn með grænu neti í öllu landinu, alla náttúruverndarsamtökin og svo framvegis. En Græna kirkjan, þú ert í Grænu kirkjunni í Dómkirkjunni, eða ekki? Nei, við erum ekki búin að fá stimpilinn en við erum að lifa eftir Grænu kirkjunni, já. Vegna þess að það er svo margt sem söfnuðirnir geta gert til þess að ýta undir það að draga neyslu og sóun og hlúa umhverfismálum. Og til dæmis bara að huga innkaupum. Og þessum oft hlegið að því að fólk stakk upp á því að hætta að nota plastglöss. Eins og það skipti öllu máli. Það gerir það vegna þess að þetta skiptir hugarfar. Það að drekka vatn úr gleri, þetta er þetta þitt, ég má ekki drekka það. Eða plastið er sitt hvað. Já. En það er svo margt sem við getum gert og það er þetta einmitt með að breyta hugarfarinu að það skiptir máli. Og þarna er líka komið svarið við því af hverju kirkjan vinnur að umhverfismálum. Vegna þess að umhverfismál er í grunninn mannrækt líka. Og viðhalda þeirri þjónustu jarðarinnar við mannkynið því að án hennar þá er nú bara eins og út í himingeimnum við erum að vera 9 mánuði á þess að fá nokkuð skapaðan hlut og ef það verður 10 mánuði þá eru dauðir. Við getum ekki gert án jarðarinnar, held ég. En að þú ert að spyrja, af hverju er kirkjan að vinna umhverfismálum? Ég meina, hún náttúrulega bara, kannski er það, ég ætla bara að segja einu orði, að vegna þess að þetta er siðferðismál. Umhverfismálin eru siðferðismál. Þetta er siðferðilegt álitamál og kirkjan er í rosalega mikilvægri og dýrmætri stöðu til þess að hafa áhrif á því hvernig fólk breytir siðferðilega.
Predikunastóllinn tækið til þess að hafa áhrif á afstöðu fólks og þar með vonandi hegðun fólks. Við sjáum það í þessu samhengi að það kannski engin félagskapur svona stór til dæmis á Íslandi sem eru huga þessum siðferðislega vanda sem umhverfismálin eru. Þau eru siðræns eðlis og var það ekki græðgi, sinnuleysi og Lestirnir, dauðasyndirnar? Nei, það sem þrennt sem talið vera grunnurinn að öllum vandanum hjá okkur. Græðgi, eigingirni og sinnuleysi. Ég held að sé þessi þrjú. Já. Og það engin stofnun sem ef við kallum stofnun eða félagskap í landinu sem vinnur eins ötulega því að vekja þessa þætti til betri farsældar heldur en kirkjustarfið. Allt sem kirkjan gerir byggir á orðum Jesú, allt í heiminum tengist böndu sem eru dýpri en við nokkuð tíma getum skilið, elskar skaltu náungaðin eins og sjálfa þig og sem kirkjur eru kölluð til að bregðast með vanda sem mannkynið hefur ollið, sjálfa þig. Sigríður segir okkur að austan að umhverfisstarfið ekki nýtt í kirkjunni og fer mörg 100 ár aftur í tíman eins og ég gerði og við. Umhverfisstarf unnið í kirkjunni víðum heim og eins í kirkjunum á Íslandi. Ég hef til dæmis verið að taka þátt í umhverfisstarfi í þjóðkirkjunni í 18 ár. Það eru 18 ár síðan ég byrjaði að starfa að umhverfismálum innan kirkjunnar og það var sem sagt í tíð Karls Sigurbjörnssonar sem ég var kölluð í nefnd þetta. Okay. Hugmyndin var að draga líka fram grænu söfnuðina. Þeir eru nokkrir. Við erum með rúmlega 300 söfnuði í landinu en þeir eru ekki allir þanniglega grænir. En hægt og bítandi verður þetta grænt auðvitað. Og við erum svo sem að reyna að vinna því með einhverjum hætti að fá söfnuðina í þetta og vitum svo sem upp á okkur skömmina hafa ekki sinnt í vel. Ég á að sinna þessu í hálfu djópi en ég bara hef ekki haft helminginn af djópunum minn í því sem ég byrjaði í þessu eftir að Halldór Einarsson hætti. Og við eigum nokkra mínútur eftir að vera grænn söfnuður. Það er bókum þetta, þið getið séð þetta á netinu líka sem miklu kannski vænlegra að líta yfir og minna á að fara yfir. Og sviðin eru með einhverjum hætti í þessum dúr að rótfesta þetta í safnaðarlífinu, í guðþjónustunni, í þjónustunni, í upplýsingum og samvinnu, orku og samgöngum og innkaupum. Kannski þar byrjar vitundin að kaupa þvottaefni eða sápu sem er svona kannski betur fyrir pöddurnar heldur en margt annað, verið lífríkið. Síðan bara segjum við þrjú sem erum tvö hérna, takk fyrir og vöknuð einhverja spurningar hjá ykkur í þessum 40 mínútur sem liðnar eru síðan við byrjuðum. Sem við getum svarað og haft gaman af að klíma við. Eða umræður. Já. Ég svolítið gaman að ræða þetta því að þegar við tölum neyslu og þegar við tölum neyslu og umhverfisstefnu. Já. Já, þegar við erum að tala neyslu og kirkjan og neysla og gott að vera með ábyrg innkaup. En ég sem bara Íslendingur tengi mikla neyslu við kirkjuna í skópi 3, jólagjafir, jólin og jólagjafir, fermingargjafir og þetta er rosalega neysla í kringu þetta sem er skóp 3 sem eru út af þessum athöfnum eða þannig að þegar maður er með umhverfisstefnu þá þarf maður að fara alveg alla leið. Og ég ætla bara að hugsa þetta. Ég held að þarna til dæmis hafi kaupmenn svolítið rænt frá kirkjunni í raunveru þessu og breytt í raunveru og það sem ég var að reyna að segja með áðan með því að fara svona í gegnum í raunveru þessa lykla sem pílagrímarnir hafa verið að setja í oddinn. Það er einmitt þetta að við svona einhvern veginn nærum okkur andlega til þess að við þurfum ekki alla þessa neyslu. Það er að hverfa frá neyslunni í raunveru innan við, þannig að til dæmis að þegar þú býrð yfir svona andlega verðmæti þá þarf ekki á þess að halda. Og ég get alveg sagt í það að oft á tíðum þá einmitt upplifum við, til dæmis ég sem prestur, mér finnst það oft á tíðum alveg svakalegt að horfa upp á í raun og veru
hvernig til dæmis fermingun snúið í raun og veru á hvolf frá því sem hún og til en auðvitað getum við, ættum við kannski að taka þetta skref að tala meira þetta, að þetta sé sko annað sem býr á baki og að fara einmitt í þetta kannski að tala meira þetta kannski með upplifun, hvað það sem þetta snýst í raun og veru, það ekki bara þemað í fermingarveislunni eða neyslanum jólin, heldur þetta snýst þetta. En þú veist, þetta líka þessi vandmeðfarni vegur að vera partur af samfélaginu og vera ekki bara móralisera og láta fólk fá sektarkennd yfir því að vilja færa fólkinu sínu gjafir. En auðvitað til dæmis hófstilling eitt af því sem að kirkjan ætti kannski að tala í ríkari mæli og einmitt eitt af því sem umhverfismálin ganga rosalega mikið út á. Það þessi hófstilling. Það í raun og veru kannski ekki að því að gefa fólkinu sínu eitthvað, það getur verið til dæmis annað heldur en efnisleg gæði, svo sannarlega. Þannig að þetta kirkjan þarf að gangast við þessu, að það margt sem tengist hennar hátíðum sem ýtir undir neyslu, en ég vil meina að oft á tíðum það kannski efnishyggju samfélagi, neyslu samfélagi sem hefur svolítið rænt frá okkur í raun og veru þessum hátíðum. Það bæta við einni setningu eins og ég kom kannski að áðan þegar ég sagði að útrýma verður áhrifum gallaðs hagkerfis. Þetta náttúrulega gölluð jól. Já, en það þarf action eins og presturinn sagði. Það ekki nóg að segja það. Nei. Þú veist þetta? Já, algjörlega. Já. Eins og hann sagði, við vitum þetta. Já, við vitum þetta. Já. Gerir eitthvað. Já, akkurat. Hvernig líst þér á peysuna mína? Já, það átt að fleginni. Þetta peysa sem strákurinn minn átti, vildi ekki nota hann lengur og ég sá að hún var alltaf í lagi, þannig að ég í henni og það var gallað kerfið að fara að fleygja peysunni og svo kannski eftir ár getur þú sagt á strákurinn þinn jakkan líka sem átti í Axel. Það margt gallað og þessi umhverfisstefna þjóðkirkjunnar greinargerðin dregur fram marga veigamikla þætti sem maður getur sagt þú ert algjörlega grænn, Axel, efnahagskerfið það hrynur og ég segi það hrynur hvort þið og það að taka svo margt sem kolrangt hjá okkur. Við höfum kannski ekki svörin en við sjáum þetta rangt. Það veit allir hvernig ég hef bakað vont brauð heima. Ég ekki með rétta uppskrift og við erum heldur ekki með rétta uppskrift að samfélagi eins og í dag. Allavega ekki okkar heimi. Gegndarlaus sóun. Endalaus. Tíminn líður. Já, endilega fleira. En já. Ég með þríþætta spurningu. Fyrst heyrði ég ekki alveg, það byrja bara á byrjuninni. Ég heyrði ekki alveg hvað það sagðir með greinargerðina. Hvort hún væri aðgengileg eða ekki. Þannig að ég hef aldrei lesið þessa greiningar og mátt gæta að segja meira frá því og hvað og hvernig hún hefur verið birt. Og síðan ég forvitin vegna þess að hérna stefna sem nær talsvert aftur í tíman og Eliborg þú nefnir að þú byrjar að vinna þessu fyrir 18 árum og þau skref sem að kirkjan hefur tekið, vegna þess að ég veit af kirkjunni á fundum með Landvernd og Arctic Circle en ég velta fyrir mér það ályktanir og þess að það sem hafa verið sendar eða hvernig hún getur stigið fast til jarðar til þess að koma þessum góða boðskap til skila. Svo ég náttúrulega bara forvitin það sem að ég svona í frístundum orðin guðfræðinni með að heyra aðeins meira svona guðfræðilega og trúfræðilega grundvöllin að og réttlætinguna fyrir nákvæmlega þessum þú hafði komið aðeins inn á það hvort það sé eitthvað dýpra sem vil fara varðandi trúfræðilega grundvöll að aðgerðum kirkjunnar í þessum málaflokki. En fyrstu tvær spurningar það kannski mikilvægastar, ég geti fundið út sjálfur. Takk fyrir, Aðalsteinn. Greinargerðin aðgengileg í gerðum kirkjuþings sem maður getur fundið á kirkjan.is. PDF-skjal, ég sótt hana reynda þangað og sett hana í minnispunkta hérna. Þetta miklu meira efni heldur en ég hef tíma til þess að flytja. Hún aðgengileg. En það sem þú ert í raun og veru að hvetja okkur til þess að gera, dreifið henni með systematískum hætti áður þið breytið henni. Því það stendur til að breyta umhverfisstefnunni eða endurnýja hana.
Síðan þetta með... Mér langar að bæta henni við. Ég held nefnilega að umhverfisnefndin hafi verið róttækari heldur en kirkjuþingið. Þannig að greinagerðin hefði aldrei verið samþykkt, en stefnan var samþykkt. Nei, greinagerðin var samþykkt en ekki stefnan. Nú, já, hvað var það? Það var þannig, já. Og ég veit þetta er tekið upp og þeir sem unnu á kirkjuþingi er ekki til svara, en pappirinn okkar, hann var lagður alveg til hliðar. Og kirkjuráð bjó til nýja stefnu. Já, það var alveg. Hún var líka eitt til hliðar og þá var einn kirkjuþingsfulltrúi sem skrifaði upp nýja stefnu sem fór blíðum orðum það sama og við vorum að segja meira, ég ætlaði að segja more or less, það er ekki fallegt að segja það svona, þannig að það var samhljómur þarna á milli. Það er þessi 6 atriði sem dró fram í upphafi óréttlætið og hvernig framkomin yfir jörðina. Því guðfræðilega, ég hugsa að þessi greinagerð hafi orðið til í fósturstellingu, þar sem við fórum bara á vit hins, sem er handan veruleikans. Og það var ekki verið að nota neina sérstaka ritningastaði eða guðfræðistefnur, heldur bara hvað kom til okkar þarna í Skálholti þegar við vorum að búa þetta til. Og já, þannig að auðvitað byggir þetta því að við erum einhvern veginn menntaði guðfræðilega og hann lesið Biblíuna og gerði okkur grein fyrir svona þessum helstu boðskapserindum og orðum og ábyrgð mannsins. Hann verður kallaður til ábyrgðar, það er kannski það þyngsta. Þú þarft að gera reikningsskil gjörðina. Já, og ekki bara það, heldur líka það að auðvitað þetta að, það að maðurinn er ráðsmaður Guðs á jörðinni, ráðsmaður, og við getum kannski farið fram að við Gamla testamentisfræðinginn, hann finni út úr því hvort þetta sé rétt þýðing eða ekki, þá er auðvitað það að vera góður ráðsmaður. Það er það að fara vel með og annast og gæta og passa upp á. Og auðvitað það að vera ráðsmaður jarðarinnar, það leggur mikla skyldur okkur á herðar og eins og ég sagði áðan, kannski hitt sem er kannski alveg auðvelt að taka upp sem guðfræðilega, það er þetta að hugsa þetta út frá að elska Guð og náungan og að jörðin sé í raunveru og lífríkið allt, sé eins og náungi okkar, ef við setjum það í það samhengi. Og þess vegna þurfum við að koma vel fram við þann náunga okkar sem er jörðin eða lífríki jarðar. Þannig að þetta er svona kannski, svona að því við höfum ekki langa tíma, kannski það sem að kannski dregur þetta svolítið svona saman. Þannig kannski eru hjólbururnar besta presentasjónin okkar og þið farið með það í huga. Það voru hjólburur hérna með torfu og smá blómi og mold og okkar orðu deyja en jörðin er þarna áfram. Já, jörðin verður hérna áfram þegar að við erum orðin mold. Þegar við farum undir græna torfu. Já. Fleira sem vaknaði hjá ykkur. Hvað fannst þér? Já, það segði svo lokið, en já, bara lifið heil. Takk fyrir að koma hingað.